lofti. Já, hvað segið þið og velkomin Sölvi og takk fyrir. Fyrirkomulagið og öllu saman, ég býð alla áhorfendur velkomna og við erum svo venjulega, Jón og Sverrir og Helgi og við erum með, heldur betur góðan gest í kvöld, Sölvi Tryggvason. Sölvi, þú vilt kannski kynna þig fyrir áhorfendum? Ég kynna mig, þekki fólk mikið? Já, nákvæmlega. Ég held að þekki þetta sjálf nokkuð vel, sko. Já, ég held það líka. Þið að kynna mig, sko. Já, Sölvi Tryggvason fjölmiðlamaður og leiðindamaður, en hvað segir í dag, Sölvi? Ertu ekki ánægður að hafa látið plata þína til okkar? Jú, fínt. Nefnir eins og ég sendi á þig að ég er maður sem að byrja dagana snemma, sérstaklega á mánuðum, þannig að ég er ekkert alltaf hrifinn að ég vera vaka og lengi á sunnudagskvöldum. Nei, við gerðum það nú fyrir þig að byrja aðeins fyrr og ætlum að enda aðeins fyrr. Ja, takk fyrir það. En hvað segir þið strákar, eru þið hressir? Ég er nokkur hress. Sverrir, þú ert ég er ljómandi góður. Svona pínu öðru sér stemning svona á sunnudegi heldur en á föstudögum eins og við erum vanar að vera. En ég er nú ekkert eitthvað sérstaklega vel undir en að þá búin. Ég hugsaði bara svo með mér, við höfum svo ótrúlega margt þess að tala um. Við vorum í svaka samræðum áður en að þátturinn byrjaði. Er einhvers staðar sem að þú myndir vilja byrja, Jón? Nei, ég hef ekki bara ég held að það var komið svo mikið hit í ykkur náðan í stúdíónu og ég væri til í að sjá okkur bara starta þeirri umræðu aftur. Þetta var mjög gott, sko. Við fórum í frægu útlendingamál. Við höfum nú snert eitthvað aðeins á þeim í þættinum áður og einhvers staðar annars staðar og vakið athygli fyrir. Já, ég hef ekki bara byrja á því. Sjálfur, þú ert búin að vera mikið erlendis, þú búin að vera mikið í Afríku. Þú varst búin að vera túra um Suður Afríku og ég fylgst með þér og mjög hrifinn af því. Þú ert með kærustu sem er svört og þú varst að lýsa þig fyrir okkur hérna á hana. Það hefur verið vesen að fá hana til landsins og verið að fara í gennum kerfið. Ég veist ekkert vesen að því að hún er með bara impeccable, hún var í skiptinámi í Evrópu og með impeccable ferilskrá að það var ekkert mál fyrir hann að koma en hún má bara vera túristvísa þangað til að þú sækjur dvalarleyfi og grundvelli sambúðar eða giftingar út af því að stjórnvöld eru búin að missa útlendingamálin gjörsamlán í tunnuna að þá endar aftastur í biðröðun og þú ert í sömu biðröð og flóttamenn og eitthvað skilur og það er svona, ég er búin að fá okkur innsýn inn í hana málaflokk og það er svona stundum, þú veist, það þreyti með pínu þessu umræða að þetta sé allt sett undir sama hatt og mér finnst bara, þú veist, eitt er að kominga einhverjir sem að vilja ekki aðlagast íslenskum gildum. Þá finnst mér bara að við eigum flest að geta verið sammála, þá bara átti ekki að vera hérna. Nei, höfum ekki til að gera. Númer 2, ef þú ert að komingað og þarft að fá aðstoð frá ríkinu og ríkið þarf að halda þér uppi, þú veist, þá getur verið við viljum svona standa við eitthvað ákveðnar skuldbindingar eða eitthvað, þá getur við verið með eitthvað afar takmarkaðan fjölda þar en svo bara verðum við að setja stoppa því að við eigum bara fullt í fangi með að halda uppi velferðarkerfi fyrir okkur. En hugsaði líka eitt, hvað væri miklu ódýrara ef hugmyndin væri, við viljum að reyna að hjálpa sem flestum ef það væri hugmyndin og þá myndum við væntanlega vilja hámarka hverja krónu bara sem færi í þessi velferðarmál. Ef það væri hugmyndin, þetta væri bara einhver manngæska og samúð sem að þessi útlendingastefna sem við verið drifið en ég held að þá værum við að hjálpa þeim erlendis. Algjörlega, enda þú veist, ég er ekkert búin að móta mér einhverja brjálaða skoðun á því hvort við eigum að hleypa 10 hælisleitendum með 100, ég bara veit að þeirra kostnaði við eitthvað málaflokk fer úr 500 milljónum upp í 60 milljarð á nokkrum árum, þá er eitthvað að. Það væri alltaf lægi ef við varum með frábært velferðarkerfi en þegar þú þarft að bíða 8-9 tíma biðstofun og bráðamóttökunni og fleira, þá bara augljóst að við eigum fullt í fangi með að halda upp þessum kerfum fyrir okkur. En þannig er ekki aðal punkturinn sem að við vorum að rökraðum fyrir viðtalið. Það er að því ég er bara í grunninn á því að ég vil bara fólk fái tækifæri til að spreita sig. Ég er búin að ferðast til meira 60 landa. Ég kann bestu þau lönd þar sem að landamærin eru nánast opin og meðan það bara, ríkið er ekki fara að gefa þenni. Hvað lönd verður það? Suður Afríka til dæmis, sem að Helgi var að minnast á. En þá er ég að meina að þau séu opin, ekki opin til þess að fara að sníkja eitthvað frá ríkinu. Heldur bara, ef ég mæti einhvert, ég vil fá að vera ég vil fá að stíga inn á landið, en svo er ég bara minn eigin herra og ég þarf að redda mér sjálfur. En það er náttúrulega, þú veist, ástæða fyrir því það breytist alveg jafnan þarna þegar að þetta er orðið velferðarsamfélag.
það gerir það. Algjörlega, ég meina þá ertu komið með hvata til þess að flytja til þess að landa. Þetta snýst í rauninni að miklu leyti hvata og þú veist, hvatinn fyrir mig til þess að flytja til Suður-Afríku er ekki mikill. Og hvatinn til þess að flytja til landa eins og Ísland, sérstaklega þegar við erum með velferðarkerfi, þegar fólk sér fram á það, geta komist þarna á bætur eða geta haft það mjög gott á kostnað ríkisins. En af hverju ertu að hafa gott, þú ert að hafa gott út af þessum bótum og það ég er bara á því að eiga fólk skera niður allt hjá hennu opinbera. Ég var mjög hrifinn af því sem Elon Musk var að gera í Bandaríkjunum. Þannig að ég bara, ef þú ætlar að koma ykkur og setjast upp á eitthvað velferð, mér er alveg saman hvort þú ert Íslendingur eða útlendingur. Ég vil að við hjálpum okkar minnstu bræðrum og systrum. Og ég vil sannarlega að við gerum það. Já. En ég held bara, og ég tala af eigin reynslu þegar ég segi það, þegar ég keyrði heilsuna mína gjörsamlega í kaf, ef að ríkið hefði farið að láta mig hafa ávísunum hver mánaðamót og segja leggst upp í sófa og hvíldu þig, þá væri ég líklega bara fullur öryrki í dag. Algjörlega. Það sem hjálpaði mér út úr þessu var að þurfa að bara halda áfram og það er bara mín einlega skoðun, alveg saman hvort þú ert Íslendingur og útlendingur, þannig að mér finnst við vera að grauta svo mörgu saman. Við erum í raun og veru tölum mannamál, þá bara er ákveðin hópur af fólki hérna sem hefur engan áhuga að aðlagast íslenskum gildum. Algjörlega. Það er annað heldur en að þú sért frá ákveðinu landið og sért með ákveðin húðlit. Þar bara held ég að við séum með einhvern rosa mikinn grundvallar í grundvallar með ólíka skoðun. Ég held að þetta snúist ekki að neinu leyti. Þetta umræðan og heftin tengd þessum útlendingamálum snúist ekki að neinu leyti húðlit. Ég held þessi bara rámt. Nei, en það er engin hift í mér þegar ég segi þegar þú segir að þú vilt ekki fólk frá Afríku og kona mín frá Afríku og ég talsvöld sem að herri greindavistöðeldur bæði ég og þú og hún hefur bara ofbúðslega margt til brunns að bera og þá þegar einhver maður segir ég vil ekki fólk, þá er ég bara guðan almáttur ég hef sagt að ég kæri mig ekki fjölda innflutning frá fólki, hvorki frá Afríku hver er fjölda innflutning? Það er bara það sem hefur verið í gangi vegna þess að fólk er að kominga til að leggjast upp á velferðarkerfi. Algjörlega. Ég er alveg sammála að fólk á ekki að kominga til að leggjast upp á velferðarkerfi, við höfum að loka því. Við höfum að loka þeirri glöfu. Það er bara það sem ég hef. Ég er það allan að sammála það. Þannig ef við bara setjum þetta hitti í okkur inn í byrjun. Ef við bara förum þetta þannig. Þetta er gott stöf. Tvö atriði. Fólk sem vill ekki aðlaga skildunum okkar. Getum við ekki bara verið sammálum að þá er ekkert endilega að vera hérna. Algjörlega. Ég með það. Númer 2, ef þú ert að koma hingað og þarft húsnæði, pening og eitthvað, þá bara akkurat núna held ég við ekki efnaði. Þannig að þá getum við líka verið sammála það. Þá er bara eitt eftir sem er fólk sem vil kominga og spreita sig og vil sannarlega aðlaga skildunum okkar, hefur margt fram að færa. Þar er ég bara á því, vertu velkomin, en mér heyrist þú verið að segja nei, ekki úr frá þessu landi eða ekki úr með þennan úðlið. Það var mjög varlega að velja hvaðan þetta fólk kemmi og það er líka bara alltaf að vera ósammála. Algjörlega, og ég held líka að samfélag fungeri langbest og þetta er ekki eitthvað sem ég held, það er bara sannað, samfélag fungera langbest þegar að meiri hluti fólks þekkir hvort annað hefur álíka gildi, skilur, og það er ekkert, þú getur ekkert þú ert alin upp í eitthvað. Ég man alveg eftir Íslandi þegar að einu veitingastæðandi voru Bæjarins bestu og Askur, sko. Já. Það er mjög margt gott sem hefur komið með túrism á útlendingum. Algjörlega, og ég held að sé enginn að færa rök gegn því. Mér heyrðu samt að vera að tala með eitthvað svona útópiska sín drömkennt Ísland þar sem við fáum að fara aftur í bara við fyrir okkur og sem er æðislega skoðun, en ég er bara ósammála. Algjörlega. En nú er þetta með Ungverjar, svona að því að ég vil challenge aðeins þetta view, að því að þetta er svona kótilegtu fólkið, þú veist, að Ungverjar hafa til dæmis farið stíð mjög varlega niður til jarðar í útlendingamálum og hverja þeir fá til landsins. Þú getur samt fengið alla tegundir af matar, sko. Já, en þá er ég bara þegar þú segir, sko. Mér finnst veitingastæðarökin vera að djók, sko. Ég skil alveg hvað er að fara. Ég er ekki að fara að koma og segja við hvað er þið hrætt kebabið. Nei. Við erum alveg sammála. Ég er að koma í hennar þátt og ég held, þú veist, að af því að ég hef bara svo gaman að því að vera devil's advocate og hvetja menn til gagnrýnar hugsunar. Þannig að það er bara út af því sem skeður hjá mér þegar þessi vók líður, þú veist, og ég veit alveg hvers konar ofbeldi hann beitir, ég veit hvers konar fróða það er, ég veit hvers konar vittlisa það er. En þegar ég horfa á hana pendul og svo horfi ég á að það er alltaf komin eitthvað vælukór sem það er allt slæmt í mínu lífi út á útlendingum. Þú ert orðin jafn mikill fokking vælukjói eins og vókliðið með loftslagskvíðan. Algjörlega, ég þekki. Þarna langar mér bara til að segja
skoðið aðeins hvert það fara. Ég þekki hennar hóp ágætlega og mín reynsla af samskiptum við hennar hóp er ekki að þetta sé einhvers konar væli við því, en menn hafa miklar áhyggjur af því hvert Ísland er að stefna. Mönnum líður eins og séu túristar í eigin landi og mönnum líkar illa við það. Menn hafa ákveðna löngun til þess að búa í einsleitu samfélagi, til þess að búa með eigin þjóð. Menn eru meðvitaðir um það að við erum 300.000 manns hérna, þetta er mjög viðkvæmt. Og jafnvel þó að væri, þú veist, þó að menn væri bara að koma þetta til að vinna á eitthvað, að þegar við breytum bara líðfræðilegri samsetningu landsins svona mikið og þannig að hún verði svona þannig að við verum með marga stóra minnihlutahópa, þetta er svona balkanization dæmi, að eitt af því sem gerist er að þetta grefur undan lýðræðinu. Það er bara ákveðið element í mannskeppninu að hún skiptir sér í hópa og þegar þú ert með marga stóra minnihlutahópa í landi, hvort séu trúarlegir, hvort séu, og þú veist, þó þeir séu kristnir en eru frá okkur annar heimsálfu, að þetta býr til ákveðið núning og þetta býr til, þetta grefur undan lýðræðinu að fólk hættir að kjósa eftir einhvers konar hugmyndafræði, hættir að kjósa besta kandidaði, byrjar frekar að kjósa bara, heyrðu, ég identifæði með honum af því að hann er hvítur og kristinn eða svartur og kristinn eða svartur og múslim. Þetta er það sem gerist og þetta er þróunin sem við erum að vara við og þú veist, við getum skoðað til dæmis bara Bosníu í dag. Það er ekki gott, skilur. Það ertu með bæði kristni, þetta eru króatar sem eru katholikar, bosníumenn sem eru múslimar og svo held ég einhverja serba sem eru samt orthodox, skilur, þannig að þeir eru eitthvað, þetta virkar illa. Ég skil alveg hvort það fara, spurningi mín er bara, það eru kostur og gallar velt. Þannig að þú veist, spurningin er hver er lausn? Er lausnin að fara aftur til tíma þegar landamæri voru lokuð? Hvað meinar með aftur til tíma? Skilur, hvað er það heldur? Ég meina bara þegar, þú veist, því aftur, það eru svo mörg lög og umræður. Tökum Evrópusambandið. Ég var Evrópusinni, af hverju? Því ég er bara hrifinn af frjálsur flæði fjármagns og fólks og samræmdi reglugerð, meiri viðskipti og allt þetta. Í dag er Evrópusambandið bara orðið eitthvað mesta regluverksbandalag sem uppi verið í mannkynssögunni. Ég er ekki hrifinn af reglum. Ég vil að fyrsta hlutverk ríkisins og stjórnmálamanna sé að láta fólki í friði. Þannig að þessum er ég ekki hrifinn af Evrópusambandinu í dag. En ég er hrifinn af grunnhugmyndinu frelsi fólks til þess að ferðast. En síðan skil ég alveg hvað þú ert að fara með að þú veist, þar held ég er alveg sammála því að Íslensk stjórnvöld eru aldrei með eitthvað alvöru framtíðarsýn. Sem þýðir til dæmis að, þú veist, ég sit á Kjarval og horfi í kringum mig og hugsa að innflytjendur sem eru að koma hingað eru flestar ekki hér. Þeir borða ekki á sömu veitingastöðum og Íslendingar, einfaldlega því við erum bara alltaf að reyna að skýta redd einhverju fyrir morgundaginn eða í lengsta lagi fyrir næsta kjörtímabil, sem þýðir að bara geggja að koma peninga með túristunum, geggja við þurfum að manna láglaunastörfum. Ég er alveg sammála að í útlendingarstefnu væri best að innflytjendur sem kæmu myndu representa sem mest þá sem eru fyrir. Það er að segja að þeir væri ekki bara í lægsta lagi samfélagsins þegar kemur að tekjum og öðrum félagslegum þáttum, heldur verður við líka að fá okkur sem er með háa menntun, líka að fá okkur sem fyrir há launastörf og þá, þú veist, og nú aftur veit ég ekki, þú veist, þú ert viðkvæmur fyrir að tala um húðlit. Nei, ég er alls ekki viðkvæmur fyrir því. Ég er bara alls ekki viðkvæmur fyrir því. Það er engin manneskja og ég er bara svo innilega þeirra skoðunar við séum bara öll manneskjur og við getum talað um einhverja almenna rannsóknir um einhver samfélög sem að hafi farið verri eða eitthvað. En þá aftur held ég bara þegar kemur að vera með mjög ólík gildin við, þá erum við að tala um trúarbrögð. Ekki bara trúarbröð, en trúarbröð eru stór þáttur. Að mjög miklu leyti. Að mjög miklu leyti. Þú horfir á hverjir eru það sem eru ekki aðlagast vel á Íslandi. Ég meina, það eru múslimar. Það er þannig, sko. Og en ég held, sko, að tala um þetta sé bara trúarbröð, ég held sé ekki rétt. Og að miklu leyti. Og það er stór breyta. Og sko, trúarbröða umræðan, þetta snýst í rauninni bara um Íslam, ef við erum alveg heiðalegir. En sko þessi stefna að flytja inn fólk, ég held að útlendingarnir sem voru fluttir inn að þeir hafi aldrei átt neitt séns á aðlagast. Þeir tekur inn svona stóran hóp af fólki frá fjarlægum löndum, úr fjarlægum menningarheimum og var gert. Setur alla á sama stað. Það er engin, og stór partur af þeim er ekki að vinna, skilur við. Eins og snúum sér bara við. Algjörlega. Það eru alveg sammála. Málið er bara, ég horfi á einstakling sem einstakling. Og
og það sem angrar mig að ef að þú fæðist í einhverju landi þá sér þú að blæða fyrir einhvern hóp eða þú ert að blæða fyrir það að fæðist í einhverju landi eða vera einhvern veginn í staðin fyrir það sem bara hort á þessum einstakling. Algjörlega, en málið að þegar við förum í fjölda innflutning á stórum hópum frá einhverjum ákveðnum svæðum að þá þetta alltaf niðurstaðan að fólk mun dæma þennan hóp sem heild. En það vel sammála það að fjölda innflutningur ekkert sem ég ekki trefin af en það bara ef þú ert mjög góður ef ég reka fyrirtæki í Íslandi og mér vantar bara eitthvað sem rosa góður í einhverju jobbi má ég ekki bara ráða hann saman að fara hvaða landanir? Það hefði bara verið mjög til þess að fyrir 2010 þá var það ekkert vandamál, það var ekkert vandamál þú veist að útlendingavandinn var ekkert byrjaður þá og við vorum samt að fá þegar að stjórnvöld missa til böndunum Helgi ætlaði að fá að koma ykkur að áður en að ég stekkin í Já þið voru komin á svo mikið ról sko ég held að við ættum að fara kannski aðeins yfir þessi hugmyndafræði ég að mörguleiti mjög sammála þér ég eins og þú var með lítari konu og þú veist það myndi ekki trufla mig að setja fyrir framan einhvern ef maður myndi segja bara, nei ég bara vil ekki lita flott. Nei, enda þú virðir skoðanir annara, skilurðu þá bara erum við hjartalega Mér finnst líka bara flott einmitt þegar fólk getur bara sagt nákvæmlega hvað þetta snýst. Heldur þú að þetta snúist bara húðlit hjá mér? Alls, þetta snýst ekki bara húðlit en ég upplifi ákveðin ótta við útlendinga og ótta við fjarlæga menningu og ótta við eitthvað sem öðruvís og það svona einhver útópisk hugmyndum að allt sé æðislegt ef við erum einhvern veginn Íslendingar og eitthvað. Nei, ég held að þetta sé ekki þannig en ég held að menn hafi ég held að menn horfi á þetta þannig að samfélagið væri betra ef við hefðum ekki farið í þessa fjöldainflutninga á þessu fólki síðan cirka bát 2015. Ég held að síðu flestir koma út af því það eru ferðaskrifstofur sem að dælinga inn fólki til þess að setja þeir inn á kerfið og við erum alveg sammála með það Ég held að við ættum að fara að við lókum bara fyrir þá lúpu þá ekkert í boða kominga til að setjast upp á kerfið. Þá þarf líka að byrja að senda þetta fólk Er það samt ekki ég sammálaði með að mér finnst þessi útlendingaumræða oft afvegaleidd. Það er að segja að fólk lítur ekki sér á mismunandi hópa sem eru að koma þetta eins og þú varst að gera áður þáttunum byrjaði þú veist, við vorum að brjóta það niður Við erum til dæmis við fullt af fólki hérna hjá Balkanskaganum sem tiltölulega nálægt okkur í menningu og það komið inn til þess að vinna og ég hugsa að þú veist þessi svona 95% staðum að vinna Þú veist, ég meina það allavega með útlendinga á atvinnuleysisbótaskrá við erum með 4,7% atvinnuleysi ég hugsa að sé minna heldur en almennt gerist með all þessa hóps Ég svona eiginlega sannfærður það Ég hef unnið með mjög mikið af þessu fólki það hardulegt og þú veist, það bara komið hérna til þess að láta gott þessi leiða. En væri einhver fjölda innflutningur af fólki sem þú vilt ekki hafa hingað ef það væri ekki að fá neitt frá ríkinu? Nei, ég held að það sé engin möguleiki. Þar ég bara... En við erum allir sammálaðið þetta. Ég er bara mjög íkt á þeirri skoðun að ríkið er að láta okkur í friði og þar að leiða þetta ríkið heldur ekkit að vera að bjarga. Men ég frjálsíkjum maður svo þú sko. Þannig að þetta er bara, við þurfum ekki að beita þetta. Og það er svona... En sérðu sko, það sem að menn eru hrættir við eins og í Evrópu, það sem að hefur verið mjög mikill flutningur af fólki inn frá Mið- og Austurlöndum og svoleiðis, sem er kannski ekki sami vandi og við eigum við að díla hér. Þú veist, stærsti partur af fólki sem hefur komið til landsins frá Íslandi er frá Balkanskaganum. Skilur, þú veist, það er Eystrasaltslöndunum fyrir ekki, Ísland, Lettland og Litáen, þú veist, og Pólland. Og ég get ekki séð að það sé stórkostið vandamál, persónulega. Við erum að sjá hins vegar vandamál í Evrópulöndunum með fólk sem eru frá múslimskum uppruna, við skulum bara segja það bara eins og það er og það er út af því að grunngildin eru öðruvísi, þannig að þegar það er talað þú veist að það þurfa að vera ákveðin einsleitni í þjóðfélögum þá finnst mér margir segja, já ok, bara einn húðlit nei, þú vilt ákveðina einsleitni í grunnhugmyndafræði þannig að þú veist, það skiptir í rauninni ekki máli hvernig þú ert á litin, heldur að þú sérst kannski ertu kristinn, kannski ertu með sömu grunnhugmyndafræði hvernig þú ert að koma fram við náungan, skilurðu, þú þarft að láta gott að þig leiða, þú ert að borga skatt og svo framvist og það taka þátt í samfélögunum, þú verður góð við náungan. Algjörlega. Við erum alveg sammála þetta. Algjörlega, en það er svona bara það, þú veist, það er svona, ég held að merit-based innflyttingastefnu sem ég held að debatturinn okkar hafa byrjað þegar þú sagðir ég vil ekki hingað fólk frá Afríku. Afríka er heil heims álfa. Ég er búin að ferðast alltaf mikið Afríku. Hefurðu komið þangað? Hvar hefur verið í Afríku? Marokko. Okay. Marokko er náttúrulega í raun og veru bara múslimaland, sko. Já, ég veit það. Afríka er bara eins fjölbreytt og eins margbreytt. Ég talaði að ég vildi ekki fjölda innflutning frá fólki frá Afríku og ekki heldur Mið- og Austurlönd, ég stend alveg við það. Já, en þú orðaði það ekki þannig þegar við vorum að byrja hérna. Þú sagði að þú vildi bara helst ekki fólkinga frá Afríku.
og þá sagði ég þannig að þú vilt ekki fólk eins og konuna mína. Þá er ég bara Þess vegna þurfti ég að byrja að rökra þess við þig, sko. En málið er ég og bara það er fullt af fólki sem að giftist fólki hvaðan að vera heiminum, skilur. Það er bara í fínu lagi og við veitum að greiða veg fyrir því, skilur. 100%. En fjölda innflytningur á fólki frá framandi menningarheimum meikar ekki sens. Sama úr hvaða menningarheimi og yfir í hvaða menningarheimi. Þetta er bara svona multikulturalismi sem gerir samfélag, minna strömlinu, þetta minnkar samheldni, þetta minnkar það að þjóðir og samfélag gangi almennt meira í takt, þetta eykur núning, ef menn er einhvern veginn einnig fara til vinstri, inn til hægri og svona hægri frjálshyggju samfélag, þetta grefur undan hægri stefnu. Þetta er líka þannig að þetta er skilgreins að þjóðamorð. Af því þetta mun grafa undan Sameinuðu þjóðunum. Þetta er skilgreins að þjóðamorð í Sameinuðu þjóðunum. Þegar að Sovétríkin voru til dæmis að taka fjölda flutninga af fólki frá einu ríki til annars, sem er ekki ósvipað og við sáum til dæmis frá Afganistan, frá Írak, frá Sýrlandi á þessum tímum til ákveðna staða í Evrópu. Og þú veist að það stendur að þú veist að ef þú tekur og þú, breytir samsetningunni alveg bara drastikli á stuttum tíma að þá hefur það áhrif á samsetningu og við vitum að þú veist. Þú talar verðleika á þann. Já. Þú veist, ég held að kannski það sem við erum í grunn á einhvern nátt ósum og það er líka bara því ég er kannski ólíku mörgum minna ég tengi ekki droslega mikið við, þú veist, að fara á þjóðhátíð í Eyjum og þetta sem allir Íslendingar gera. Sama hér. Svona byrjaði ég að ferðast rosa ungur og ég bara, það er mjög margt sem heillar mig sérstaklega þegar fyrir út fyrir Evrópu. En ég er algjör verðleika maður. Ég vil ekkert að neitt sé að komingað. Ef hann ætlar að fara að setjast upp á eitthvað ríki spena og vil fara að fá allt gefins hérna og hefur engan áhuga aðlagast, bara drulla þér burt. Já. Og ég held að það séu alveg sammála. Nú er ég í svolítið skrítinni stöð. Ég er nú innflytjandi sjálfur og hann er á Spáni. Hann er aðfluttur Spánveri. Ég sjáum að maður er vel suðrænn og svona í útliti en skal ég segja og þar er þetta svolítið svoleiðis að það er pínu sko ég þurfti til dæmis fékk rétt að heilbrigðiskerfinu sem ég hef ekki lengur almenna heilbrigðiskerfinu. Ég misti það eftir ákveðin tíma. Ég er með, þú veist, bara einkatryggingu sem dæmi, en svo erum við að horfa á það til dæmis núna að Spánverjar eru allt í einu búin að veita einhverju 500.000 núna bara einhverjum aðilum sem að koma bara til landsins, þeir fá bara dvalarleyfi og það geta farið út alla Evrópu. Þetta er eiginlega bilun og Spánverjar eru rosalega reiðir yfir þessu. En við getum tekið Íslendingasamfélagið er til dæmis svona á Spáni er svolítið skrítið. Nú er ég eiginlega ekkert inn í því en ég veit að það er rosalega mikið af fólki sem einmitt aðlagast ekki en á sama tíma þykkur ekkert frá ríkinu í rauninni. Það kemur inn með pening í landið, með mikið pening, það myndast mikið business á svæðinni kringu það en á sama tíma er rosalega mikið sem eru ekki að fara inn í spænskt samfélag. Við búum það sem eru bara Spánverjar sem dæmi þannig að við erum bara okkar daglega lífi er bara allt eins og hjá innum almenna Spánverjana með við borðum bara kvöldmatinn ekki eins seint. Þannig að þetta er, svo ætlaði ég að minnast á með Pólverja til dæmis. Þeir tóku inn gífurlegt magn af flóttamönnum. Það voru allt flóttamenn frá Úkraínu, nánast eingöngu. Það myndaði svolítið sérstök stemming þar því þeir hafa ekki lent í neinu af þessu vesinni og aðrir sem að hafa tekið inn álíka magn af flóttamönnum. Það er svolítið áhugaverð staða þar. Ég skil algjörlega hvað er að fara en það sem ég held að kannski það sem ég myndi vilja byrja að það væri sett meiri áhersla á bara ef við setjum 2-3 að því við erum að tala um þessu útlendingamál bara slökkum fyrir það að það sé að kominga fólk sem er að fá okkar frá ríkinu nema bara einhverjur örfáir að því bara við erum búin að hleypa allt og mörgum inn kostnaðurinn er búin að fara leysum ekki 90% af vandanum þannig. Það held ég og svo er annað sem er náttúrulega gerast núna ef einhver er að kominga og er að byrja að fremja glæpu og eitthvað svona, sorry, þetta bara gengur ekki upp þú þarft að fara. Ég held að flest allir séu sammála þetta og svo er spurning, hvernig er hægt að því ég er svo innilega lítið á því að ríkið eigi að vera að vasast í líf okkar. Ég veist til dæmis COVID-tímabilið var bara eitt þetta dæmi skilur bara hryllingur og þess vegna er spurning, hvernig ætlar að setja reglur og lög sem stoppa þá sem hafa önnur gild og við ef þeir eru ekki byrjaðar fram með glæpi. Það er alveg trikki af því þá ertu aftur komin í ríkið ætlar að fara að stýra hlutum á ofan og ég er bara svo innilega mikið það sem ég hef meira ágjör af heldur en útlendingamálum er bara
hvernig stjórnmálamenn og þeir sem eru völdir að fara með peningin okkar. Já, það er bara sér kapitalism. Það er bara algjörlega, og þess vegna finnst mér einhvern veginn það er alltaf verið að setja athyglina á eitthvað annað, í staðin fyrir að sem bara heyrðu, að því vorum að tala um kerfin og það hvernig mögulega hóp hvernig orðað er það að vera að koma fjölda innflutningur og þá er það núna bara kerfin eins og heilbrigðiskerfið bara, sko, ég var að gera fréttir árið 2007 þegar að fyrirverandi kærasta minn hjúkrunarfræðingur var nýútskrifuð að taka næturvaktir þar sem átt að vera 3-4 hjúkrunarfræðingar þegar svo mikið undirmönnun og fólk var liggjandi fram á göngum á bráðamóttökunni og það var búið að taka peningin fyrir að selja síman til þess að byggja nýtt hátæknisjúkrahús 2007 sko. Það er ekki ennþá nýtt hátæknisjúkrahús, fólk er ennþá liggjandi á göngum, það var engin innflytjendavandi þá. Þannig ég er að segja, byrjum á því að það er bara einhver kerfislegur vandi í stjórnmálunum. 100%. Og það er þess vegna sem að stjórnvöld mistu þennan málaflokk algjörlega á böndunum og það má mögulega færa það inn í þessa vókumræði að það er ákveðin freistni vandi fyrir alla stjórnmálamenn að vera ekki óvinsæll á samfélagsmiðlum og þar alveg þorir enginn að segja óþægilega hluti, enginn þorir að taka óþægilega ákvarðanir og svo núna erum við bara að blæða fyrir þá. Eitt af því eru útlendingamálin. Ég hef talað fyrir ákveðinu lausn í útlendingamálum. Ég held að þetta sé bara besta lausnin og það er að taka sömu stöðu og Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa gert, Katar, fleiri lönd, þar sem að, jú, þú getur komið og unnið þetta, þú ert aldrei að fara að fá neitt ríkisborgararétt og börnin er ekki að fara að fá ríkisborgararétt. Þú ert aldrei að fara að fá neitt aðgang að velferðarkerfinu. Það er ekki fyrir þig, skilur, og þá er ég að tala um bara ekki að neinu leyti, skilur. En þú getur þrefalda launin, þú getur fengið bara flottur launin þetta, en þú getur fengið landvistarleyfi, skilur. Þetta er eitthvað sem meikar sens. Já, ég hef verið í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Katar og þú veist, ég skil rökin sem þú ert að koma með og ég get alveg sagt það ég get alveg verið sammála þessi ákveðinir. Með það sem þú veist að segja, þá væri vantilega að tala fyrir ykkur svona. Þú ert alveg opinn fyrir ríkisborgararétt. Ég myndi frekar vilja segja það er rosa mikið af blóðsugum og kerfið sem eru líka Íslendingar. Þannig ég myndi frekar vilja segja ef ykkur kemur hingað, hvort sem hann kemur hingað því að hann er að giftast Íslendingi eða kemur hingað því að hann er að byrja að vinna, stendur sig vel. Ef hann er búin að vera 10-15 ár, standa sig frábælega, leggja til samfélagsins, ég hef ekkert á móti að slíkur einstaklingur fái ríkisborgararétt. Þar erum við bara ósammála. Af því að það er óbúslega mikið af mínu eigin fólki sem eru bara eitthvað blóðsugur og eitthvað lið sem er bara í tómu rugli. Það er ekki allir svona lið. Akkurat, og þannig að ég vil bara alltaf horfa á einstaklingin. Og við erum ekkert að gera þeim eitt greiða með því að leyfa þeim að vera bótum. Ég er að sama stað. Þannig að ég einhvern veginn er svolítið svona, þú veist, ok, ef ég kem í eitthvað annað land og ég bara er að standa mig vel, ég er gjaldrétt, þú veist, mér þætti alveg eðlilegt að eftir 10 ár, 12 ár ætti ég möguleika á að fá ríkisborgararétt. Mér finnst allt í lagi persónulega að skoða þetta. Þú er búin að vera standað mjög vel. Þú veist, þú ert netto skattgreiðandi en ekki þiggjandi. Þú veist, og þetta séu ég myndi alveg skoða eftir 15-20 ár þessuna, skilurðu. Að þú væri altalandi á málinu, þá væri ég mögulega til að skoða þetta. Já, við bara setja harða kríteríu, en við erum bara að tala um fólk sem er að standa sig frábærlega og er að aðlagast og er að gera ótrúlega góða hluti. Og þessi útlendingastefna bitnar á þessum hópi hvað harðast. Já, en sérðu, leið og ferð að velja fólkin í landi og verðleikum, leið og ferð að veluna þá sem koma inn í landi og verðleikum, þá hættur líka að fá fordóma fyrir fólki sem að erlendu borgi brot og þá allt í einu verður sá hópur séður sem býtu, djöður þau að standa sig vel. Algjörlega. Og þannig að þú segir, já ég er hérna, ég er þaðan, þá allt í einu þá beitir fordómanum í að vera jákvæður og þetta er það sem að gleymist. Annað sem ég langar að nefna, varðandi þetta sem þú varst að tala um með stjórnmálin, að ég er alveg sammálaður, þú veist, þetta er mikið af þessu vandamálum er ekki nýja nálunni, þau eru bara verri, skilur og reyndar, þú veist, menntakerfið er verra, þú veist, að kannski vera að tala trilljón tungumálin í bekkjum og svona, við erum bara ekki búin að stóra ástæðan fyrir mínum ástæðan fyrir að kerfin eru að hruni komin, þú veist, einmitt, útlendingadóti kom ofan á kerfisvanda, en stóri vandin er hvernig stjórnmálamenn er að fara með peningan okkar. Svo finnst mér stjórnmálamenn þetta er smálán ofan á skuldugt heimili. En þú veist, mér finnst líka að vera rosalega ódýrt að þegar einhver kemur með ádeilu, að því að þú veist, nú erum við að ræða þetta hérna, við erum að fara í gegnum þetta, við erum að taka alla núansana, bara þú veist, þú heldur að hann sé rasistist, þá tekur það bara færðan til að fara rök fyrir máli síni, skilja, hann svara fyrir það er ekki margir þættir sem taka þetta svona.
þú veist, það ekki margir sem tilbúinir að taka þessa umræðu allan leið þú veist, það sem bara stýður að tala með rökum. Myndir þú að taka þetta allan leið ef þú væri í alvöru á þeirri skoðun og þú myndir bara helst? Ég held það, sko. Mér myndi finnast það rosa heiðalegt. Ég alveg til að rökraða við eitthvað sem myndi segja, en ég bara vil ekki lita fólkinga. Ok, tökum rökraða. Það er smá tilfinning í mér að það sé í alveg skoðinu, þú þorir bara ekki alveg að segja það, sko. Já, sko, ef þú verður að fylgja mér á X, þá ég bara segi það sem ég hugsa, sko. Mér eiginlega alveg skítsama hvað fólki finnst, sko. Ok, eiginlega alveg skítsama. Mér alveg skítsama, sko. Eiginlega. Það bara, ef þetta snýrst bara húðlit, þá myndir bara segja það, sko. Það væri bara hvað, það bara melatonin, skilur í húðin, þú veist. Melanín, Ég ætla að bomba eina þessu öðru vinkli líka. Leif mér að klára. Skjóta Helgi. Að sko mér finnst rosalega ódýrt að stjórnmálamönnum oft þessi umræða síðan tekin að þá hún kannski tekin að málefnulega og þá bara að rasisti og það notar rosalega mikið rasisti, fasist ég alveg sammála því diskvalifæra fólk. Mér finnst það til lagi að taka þetta eins og þú ert að gera þú bara up front að segja mér finnst það að vera svona, gæti verið þessi rétt ekki mál. En ég alveg sammála því, þetta svo gjörsamlega útjöskuð orð. Ég myndi miklu frekar vilja finna upp eitthvað nýtt orð fyrir einhvern sem hrifinn af svona Ísland fyrir Íslendinga og ég geti þá bara verið mjög ósammálaður en ég þarf ekki að kalla það rasista. Skilur, en ég samt hjartanlega, þú veist, það ekkert í mér eitthvað Ísland fyrir, þú veist, eitthvað svona rosa þjóðerni stolt, jú, þetta mikilvægt að við passum upp á tungumál okkar, ég bara eitthvað en ég get alveg skilið að einhverjir aðrir séu þar og ég virði það, en það bara ekkert, ég veit það ekki, skilur, ég bara alltaf hort á mig eitthvað meira sem bara citizen of the world og ég eitthvað ekkert rosalega upptekinn af því að ég hef aldrei identifæðið með eitthvað rosalega mikið, ég Íslendingur, sko. Nei. En ég skil alveg aðri gera það og þú veist, mín pólitík basically, ég þjóðerni sinni, skilur, þannig bara skilgreina mína pólitík og snýst basically það að við forgangsröðum öryggi og velsæld íslensku þjóðarinnar fram yfir allt annað. Þannig að ef það eitthvað það gott að setja ekki sósíalisti líka, Sverrir. Þannig að ef það eitthvað hópur sem við teljum að ógni annarkvort velferð eða öryggi í íslensku samfélags, það bara að fá vera burt, af því að við erum bara að forgangsraða þessum hlutum fyrir íslensku þjóðina. Íslenska þjóðin er svo þjóð sem borgar mest inn í kerfið og jú, það fullt af Íslendingum á bótum, en þú veist, nettó skattgreiðendur, nettó fólki sem heldur upp í Íslandi eru Íslendingar. Fólki sem byggði upp Ísland eru Íslendingar. Við fengum alveg fjármagnið, við vorum að tala Marshall-aðstofun og eitthvað, en þetta samt, þú veist, þetta samfélagið sem við byggðum, auðvitað ætti við að fá mestum það að segja hvað í gangi þarna. Og mér finnst ekkert að því, og ég held að þetta sé bara, þú veist, þetta bara sjálfsbjargarviðleitni hjá bara þjóðinni. Ég held að megi alveg virkja þessa sjálfsbjargarviðleitni í íslensku þjóðinni. Að menn leifir sér bara að segja, ef þeir eru það segir bara, já, ég bara þjóðurinn sinni. Algjörlega, en ég bara horfa á sjálfsbjargarviðleitni með öðrum augum en þú. Já. Skilur þú? Ég mjög mikill talsmaður sjálfsbjargarviðleitni og ég mjög mikill talsmaður þess, þú veist, ég fór ekki með hjörðinni niður í Laugardalshöll að láta bólusetja mig, ég er bara mjög mikið á móti því að ríki sé að vasast í Var það ekki sjálfsbjargarviðleitni í þér? Jú, ég er bara almennt á því að ríki er láta okkur í friði og ég er bara almennt á því að ef stundum er það mannúðlegast og besta sem við getum gert fyrir fólk er að hjálpa því að hjálpa sér sjálft. Ég er sammála því. Sem er að hjálpa því að standa á lappir. Það versta sem þú gerir er að láta einhvern byrja að skilgreina sig sem krónist þunglindan eða öryrkja eða hvað er. Sko, ég fengið á mig 4-5 greiningar sem að valda að ég ætti að vera fullur öryrki liggjandi upp í sófa en ég er það ekki að því ég þurfti að halda áfram. Það var það besta sem að einhver gætt gert fyrir mig að láta, þannig að en ég þarf ekki að vera þjóðverðinu sinni til þess að vera þeirri skoðun. En þér finnst kannski, þú horfur á... Ég er ekki að segja að allir þurfa að vera það. Nei. Það er bara mín pólitíska afstæð. Algjörlega. En svona, þú veist, önnur bara svona pæling út frá þessu. Þú veist, þegar að því við vorum að tala áðan, að þú veist, pendúlinn sveiflast frá vinstri til hægri og þetta er svolítið frá einum öfganu til annars. Algjörlega. Og þú veist að tala þú veist að nú væri þetta búið að fara úslega langt til vinstri og það er vókið, við kannski reynum að skilgreina vókið á eftir. Og þá er hætt við því að fara allt og langt til hægri. Þetta er eitthvað sem ég hef verið hræddur við sjálfur, að það geti farið of langt og að því að þú veist, þannig hefur það verið í gegnum söguna. Þú veist, þetta hefur bara pendúlinn hefur bara farið í báðar áttir og þegar að verður polarisering, þegar einn hópur, þú veist, mætir og er rosalega sterkur og vill ekki tala við hinn hópin, þá kemur polariserandi hópur móti og þannig fer samfélagið upplausn að því að fólk hættir að tala saman. Mér finnst líka vera pæling
nú vorum við með öfgastefnu í No Borders, ég á móti No Borders, ég held til dæmis að frjálst flæði, algjörlega frjálst flæði gangi hreinlega ekki upp sko. Nei, ég get alveg tekið undir það með þér. En þú veist, við þurfum að finna einhverja leið til að fara þarna milliveg þannig að við getum hleypt fólki inn, þú veist, með að verðleikum, skilur við þurfum að finna einhverja leið, einhverja formúlu sem gengur upp, hvað höndlaða innviðir okkar, hvað þú veist, hvað fólk viljum við fá og svo framvegis og erum með einhverja kríteríu fyrir það og þá held ég að við varum með sjálfbært þjóðfélag þar sem að vera ekki fordómar gagnvart innflytjendum og svo framvegis. Þú veist, ég sé það þannig persónulega sko, þó svo aðri vilja meina að ég sé hægri öfgamaður og ég er nasisti. Nei, algjörlega, og þar erum við alveg sammála, skilur, en ég ætla að koma með einn vinkilinn sem er þetta vinstri hægri, að þú veist, ég upplifði mig stundum bara svolítið svona svo geimveður í því að þú veist að ég horfa á þetta að þú veist þegar þessi pendull svingar að þó þegar hann svingar alveg hinn eftir að þetta er bæði, þú veist að fara frá sjálfsábyrgð. Ég er svo mikið bara, ég vil bara radikal sjálfsábyrgð. Það sem að þú veist, það er einhverjum öðrum að kenna ef að lífið þetta er slæmt, skilur við. Og ég vil að ríkið, fyrsta hlutverk stjórnmálamanna, láta okkur í friði, næsta hlutverk farið vel með peningan okkar. Svo getum við fara að tala eitthvað annað. Og svo viljum við að þeir hafa eins lítið að peningum á milli handana svo þau séu ekki að sóa þeim á óþurfi. Algjörlega. Ég ætla að bomba hérna inn smá áður en við förum í kommentin, drengir, að það er líka einn vinkil sem er búin að gleyma svolítið í þessu. Það er hérna að menn er að horfa svolítið til annarra landa og sjá ofbeldið sem hefur orðið þar, sem að það er óumdeilt, kynferðisofbeldi og annað. Það er til dæmis sko, það fylgir innflutningi á stökum einhleypum karlmönnum. Það er eitthvað sem hefur mjög skrítið erlendi. Þetta er það sem við Íslendingar höfum ekki þurft að díla við. En bæði Bretar, Írar, Spánverjar, Þjóðverjar og fleiri lönd. Þau hafa þurft að eiga við einhvern massa innflutning á einhleypum karlmönnum á herskyldualdur sem er að koma til landana, leggjast einmitt beint á kerfin. Og þetta verður stór hættulegur hópur í staðinn ef við ætluðum að taka inn þessi númer, ég meina eins og einhver sagði, að þú myndir fjarlægja það að fólk fengi bara að fara á kerfið úr myndinni, þá ertu búin að taka út 90% af þessum kvata og þessu fjarlægja 90% af þessu vandamáli. Þú getur fjarlægt 9% í viðbót með því að hafa þetta konur og börn, að það væri hópur sem myndi velja þegar þú væri að taka inn, það myndi forgangsraða þeim. Aðalega þá bara fallega konur frá svona 18-25 ára. En við ætlum að viðbóka ræðs í kommenti vegna þess að það er komið mjög áhugavert kommentina. Það er mitt manneskja sem að hún heitir Ína Stenge, hún Stenge, ég veit ekki hvernig hún byrjaði fram. Vinkona þáttarins? Hún nefnilega gerði frábæra greina sem er einmitt segið, sko, sturla kerfi hjá fyrst kemur spurning sem bara já og nei fyrir Sölva, ertu ennþá sami hip-hop hausinn og þú varst í MS, kveðja Kerry frændi? Já, ekki segja það bara. En ok, hún Ína segir sturla kerfi hjá Útlendingastofnun, maðurinn minn á 4 börn með mér og við búin að vera saman í 13 ár. Hann er á túristavísa og getur bara hitt börnin sín í 90 daga og 180 daga fresti að því að hann velur að vinna frekar fyrir okkur erlendis en að leggjast á kerfið hér. Hann væri settur í 10 mánaða ferðabann ef hann sækir dvalarleyfi og þannig gæti hann ekki rekið fyrirtækið sín. Niður með hælisleitendakerfið og fáum og áfram með að hleypa harðdugulegu og kláru fólki inn í landið okkar. Hún Ína sagði frá því í þessum Facebook-pistli sem ég er að vitna í. Það sá hún frá því að hún var með þó nokkuð góðar tekjur vegna þess að það var heimtað þegar hún kom fyrst til landsins að hún færi á virk og eitthvað svo hennar bara vinna var að halda skráu utan svefnin sinn. Hún lækkaði næstu, ég man ekki hvað það var, 40% eða eitthvað í launum við það að því hún vildi fara að vinna. Þetta er náttúrulega galið. Já, hann getið sagt einmitt til dæmis að því að stjórnvöld missti þennan málaflokki á Sölvaböndunum. Þá kom tímabil, ég held að sé aðeins skára nú, það var 11 mánaða bíð ef þú sækir dvalarleyfi. Það skiptir engu máli hvort það er gifting, sambúð eða hvað. Út af því að þú ert bara í sömu röð og flóttamenn og þú ert stofnuninni gjörsamlega undirlögð og allt þetta. Segjum nú sem svo þú sért með einstakling sem á fyrirtæki í heimalandinu sínu eins og kærasta mín. Þá erum við beinlínis að segja nei, við viljum ekki fólk eins og þig, sko, af því þú þarft að ferðast. Af því að ef þú sækir dvalarleyfi þá þarf þetta annarkvort að vera fastur á Íslandi í þessi 11 mánuði eða fastur í heimalandinu. Þú mátt ekki fara fram og tilbaka á meðan þú ert að bíða.
af hverju heldur að lögin séu með þessum hætti? Því það bara einhver gigantísku stjórnun á vandi Já. og Þannig að við missum líka af góða fólkinu. algjörlega sko. Það er Alveg, bara 100%. ennþá meira nött. Þannig að basically við erum að forgangsraða fólki sem að leggst á kerfið á kostnað þeirra sem að væri self-sustainable eða þú veist, þú væri stjórnbar. Ég bara, ég setti mig aldrei mikið inn í þennan málaflokk fyrir, þú veist, 5 árum eða 7 Þú árum þarft að gera það eða núna. 10 árum, ég þarf að gera það núna og þá er eina niðurstæð sem ég kennst að er og þess, því við vorum eitthvað að tala um vóki og þetta er náttúrulega aldrei útþvælt orð en þú veist, ég vil meina allir stjórnmálaflokkar hafi fallið í þá gryfju og eiginlega verst finnst mér að sjálfstæðisflokkurinn og flokkar sem hefði átt að standa í lappirnar fjall í þessa gryfju líka Það var Áslaug Arna sem... að þeir sem átt að vera að standa vaktina fyrir okkur, þeir voru allir með þetta, ég ætla ekki að vera óvinsæl líka hinn. Þannig að þú ætla frekar, þú ert, ok, segjum svo að ég kýsa að fara í stjórnmál. Ég er hérna með ákvörðun A og ég veit að ákvörðun A er betri fyrir fólkið mitt. En hún mun gera mig óvinsælan tímabundið mögulega. Ég er með ákvörðun B, ég veit hún er röng. En ég mun fó klapp á bakið stundarsakir. Já, Nánast stundarsakir. allir stjórnmálamenn í rosalega langa tíma hafa alltaf tekið ákvörðun B. Og Þess vegna eru búin að þurrkast út af alþingi. Þess vegna þreytist ég ekki á því að tala um fólk eins og Brynja Níelsson og Sigríð Andersen því ég man hvað þau voru að segja í COVID. Þeim er hent nánast út úr sjálfstæðisflokknum fyrir að vera eina fólki sem þorði að segja það sem örglega helmingurinn af þingmannum var að hugsa sko. Og núna láta sjálfarnir eins og þetta hafi allt saman verið VG að kenna, eins og þetta hafi ekki, sko, þeir kannast ekkert við innan landsfund 2015 þegar að Ásmundur talar nákvæmlega hvað myndi gerast og Áslaug Arna fór fyrir hópi sem að klappa þetta niður og sagðist skammast sín fyrir að vera með Ásmund í hópi og talaði fyrir sér stefnu. Núna undanfarið þá hefur Áslaug Arna verið að tala að þetta hafi verið bara vinstri grænir sem er mjög áhugavert. Þetta er algjört ábyrgðarleysi en samt eru þeir á sama tíma að tala að þeir ætla að fara að laga útlendingamálin og eru núna að gaggrina núverandi stjórnvöld fyrir eitthvað svona ábyrgðarleysi. Það eru vond, þú veist, og aftur, ég kann ágætlega, þú veist, þegar átt ágætt samskipti við Áslaugu Örnu, en þú veist, ég get ekkert afséð þegar hún fór í myndbandi með Eddu Falag. Nei. Því það var einn maður sem lá í valinu þá og hann hét Sölvi. Dómsmálaráðherra landsins. Við verðum að fara í það. Það er bara svona, ok, ég ætla að fá og ég þekki hana nógu vel þess að vita, þú ert ekki einu svona sammála sjálfur þér. Nei. Þú ert bara að þessu, af því að tíðarandinn er þannig núna að þetta getur verið vinsælt stundarsakir. Og það er svo vond, það er svo vond. Þetta var populismi og ég hef oft sagt að hérna að ég bara get ekki fyrirgefið þetta. Vegna þess að þú veist, ég get fyrirgefina þó það hefur ég sem átt. Þú veist svo stórma. En hún var alltaf, hún var að gangast við þessu. Hvað segirðu? Hún er reyndar búin að, hún gerði því á Frosta, hún játaði mistök. En hún er ekki búin að biðja mig þessu. En málið er samt þetta, þú veist, þegar þú ert dómsmálaráðherra og þú átt að passa upp og allir í landinu fái réttláta málsmeðferð og þú segir bara, heyrðu, helmingurinn af fólkinu, við ætlum að trúa þeim ekki hinum, að þá maður, heyrðu, býtu, þú veist, þetta fer bara algjörlega gegn öllum hugmyndum sem við höfum lýðræði, þetta fer gegn stjórnarskrána okkar, þetta fer gegn öllu og þetta bara, að því að þetta var eitthvað svona trendy subject, þetta fekk bara býrundi báða vengi og lágu fullt af mönnum í valnum og maður svona bara, ég held að það væri bara svona lámarskrafa að fá réttláta málsmeðferð. En við ætlum einmitt að fara í þetta á eftir ef ég skildi Jón rétt. Já, ég ætlaði bara að vippa nokkrum kommentum hérna frá og Helgi ætlaði svo að tilkynna gjafaleikin okkar hérna sem við verðum með þetta. Ætlaði ég að gera það? Svo förum við í þetta. Ég er nefnilega með pistil sem ég langar að lesa hans fyrir ykkur. Hann er ekkit voðalega langur. Það voru bætast við gjafir, bæði við. Já. Það er hérna, hvað eru gildin okkar í dag? Við erum svona rætt þetta nokkuð svo að þú getur aldrei talað, sett þetta í eina setningu, þetta er breyta úr 1000 mismunandi hlutum. Við erum með gali magna góðum veitingastöðum sem eru reknir af Íslendingum, þannig að veitingarhúsrökin eru léleg. Ég er sammála Sölva en það er samt líklara að við fáum líklara fólk frá vissu löndum deil ekki sem í gildum. Jói Haugver segir kveðja frá Portugal, við byrjum að sjálfsögða að heilsa honum. Obrigado, Joe. Já, kosningar eru orðnar næstum proxy-stríð milli ættbálka þegar samfélagi verður á menningalega fjölbreytt. Já, það er ágætispunktur, við sjáum það í Bretlandi. Erlendis eiga Íslendingar mannað mikinn og sérstaklega ungt fólk sem ólst upp erlendis. Það kemur ekki heim því það getur það ekki. Þau eru réttindalaus og jafnvel án tengslanets. Þau fá ekkert og enga aðstoð en ef þetta verið Palestínu og Arabar og tala nú ekki í hjólastól og í náðinni hjá geimildinni
Hann fær, já, þetta fólk á maka. Svo Heldur að kalla á geimildinu, mjög gott. Svo kemur hérna, David kom Sölvi inn til að rökræða, loving it. Mér finnst það bara, það er gott content, sko. Auðvitað. Það er gott að þetta sé ekki bara einhver fucking Bergmannshellir, skilur. Ég fíla það, Það er þessi við viljum. Nei, út að ég get, má ég koma aðeins henni? Það er Skjótum. ég þurfti aðeins, sko, þegar ég byrjaði með podcastið mitt aftur, eftir að hafa legið þannig í valnum og ég nenni ekki að hjakkast á þessar atburðarás, þá by definition þurfti ég mjög eina fólki sem var til í að koma til mín, var óvinnsælega öfga hægri fólkið. Það var bara þannig, þú veist, það var fólki vinstra með í línunni að aldrei þora að koma í þáttinn minn þegar ég var að byrja. Örfáið með bein í nefnum. Ég myndi horfa á þetta þannig að þegar ég var að byrja aftur eftir að hafa verið 1,5 ári í burtu, þá hefði svona 5-7% af fólki sagt já við að koma í þáttinn minn. Þetta hlutfall er svo hægt og rólega búið að vera að fara upp í bara nánast 100%. Neittist nú til að bjóða mér líka og hafði nú ekki orðið að því. Ég neittist nú ekki Hann hefur sín mörk, sko. En einmitt ástæðan fyrir að ég er ekki búin að láta verða því er að það eru svo margir að biðja um að koma í þáttinn minn af því að þetta hlutfall er búið að fara úr 5% og bara upp. En þegar ég var að byrja aftur, að þá var það dálítið fólk sem var þarna með við línuna og ég gæti ekkert afsíða það að þetta er fólki sem er tilbúið að vera almennilegt við mig, þetta er fólki sem er tilbúið að horfa á hlutin eins og þau raunverulega voru þannig að þá kemur tímapunktur þar sem ég þurfti að fara að stramma mig af því að ég var alltaf að fá þannig fólk í þáttinn minn þá er ég dálítið mikið byrjaður að vera alltaf að tala þannig skoðanir en svo fæ ég eitthvað bara eins og Dóra DNA eða eitthvað skemmtilega vinstrimenn sem er í alveg klárir og ég bara, ég er bara sammálaður helling og þá fatta ég komin í aðeins svo mikið Bergmannshelli hérna og þess vegna er ágætt. Við erum að fá þetta líka, við fengum inn að Sólveig og Önnu, hún er frábær og þú veist, það eru margir góði vinstrum. Það sem Sólveig Anna, það sem gerir hana frábær er hún er ekki vælari. Nei, og hún líka bara segir hlutin eins og það er og hún gefur einhverjum afslátt og rífur kjaft og það er bara mjög gaman að því, sko, ég fílaði það mjög vel, sko. Já, það sem hún hún sagði á mér, hún sagði það sem við vinstrimennindi verðum að gera, við verðum að búa til partí sem er þannig að þið langi að mæti í partíð okkar, við getum ekki bara endalaust verið að segja að þið megið ekki fara í hitt partíð og það er það sem gerist eins og í Bandaríkjunum, bara ekki kjósa Trump en akkur hefur kjósa þig þú ert alltaf bara að tala um, þú mátt ekki kjósa þennan og þeir eru svo hræðilegir þú verður að reyna að selja mér hvað er almennilegt við þig og mér finnst þú veist, það sem fílum það er svona ákveðin stemning í henni sem er með þetta skilur, ég tala bara mannamál þú veist, ég get alveg verið ósamálinni en hún er bara, þú veist, alveg manneski hún er ekki í þessu dygðaskreitingar vælukórs ruglöllu, sko. Nei, að það sem að mér finnst vera svona þetta með vókið er sko ofta að tala svolítið gegn betri vitneskju. Mér finnst það ofta einkenna svona, þú veist að kalla einhverja rasista út af einhverju sem þú veist að er ekkit alveg þannig þú veist að ráða sko með ég veit ekki svona óheðalegum hætti að fólki. Veist, ég hef til dæmis verið kallaður öllum íllum nöfnum að Gunnari Smára sem að bara, ef maður myndi horfa á eitt þátt eða kynna sér eitthvað af því sem ég hef sagt þá var bara á það ekkert við. Saman er í háskóla, þú veist, einhver kennsla þar og þá er allt í einu, ef maður kallaði nasisti og alls konar svona, samt var ég að tala hérna bara við literally nasista í öðrum þætti okkar, sko, fyrir tilvílun. Og þá dreg ég, sko, algjörlega hugmyndafræðilega línu, sko. Eru til íslenski nasistar? Já, hann allan að neita Mér finnst nasismi bara ekki mega sens fyrir Íslands samhengi, skilur, þú veist, nasismi snerist, þú veist, Lebensraum og þú veist, bara fullt, þú veist, það bara meikar ekki, ég held að þetta sé bara, ég held að sé ekki margir. Ég held að helmingurinn aðeins er búin að koma til okkar. Það er svo tilfinn. Nei, ég meina það gæti verið, en sérðu þú veist, þetta er svo óvæð og maður fær svona, ég vissi alls konar kjaftari. Og mér finnst þetta að vera, sko, minnst fóki vera svona samfélagslegu narsisismi. Ég veit líka bara áhugavert, ég gerði það alveg eftir að ég fór í gegnum vitt að það voru nokkrir sem voru búin að fara mjög mikið á samfélagsmiðlum og ég blæddi bara símtali. Það var eitt sem var samæli, þetta fólk kúkaði næstu í buxurnar og leiði að heyrði röddin í mér og ég kynnti mig. Og þá fattar og heyrði, ok, þú ert svona mikið einhvern veginn rosa flottur í að dygðaskreita það á netinu, þú aldrei geta sagt þetta í augun á mér, aldrei, sko. Svo er líka annars talandum að kúka hérna í buxurnar, ég ætla að fá að lesa hérna fyrir ykkur, því að sko kallmennskan er komin aftur á hérna Já, kongurinn Return of the King Return of the King og hann setti hérna inn tökum vókið aftur
og hann fer í alls konar talar mikið slaufunarmenninguna og þetta. En mér finnst þessi partur vakti sérstaklega áhuga minn. Slaufunarhugtakið notað til að þagga niður í röddum þolenda. Óli, svariði já. Óli var að spyrja mig sem eitt tækniatriði. Fyrirgefið, já. Slaufunarhugtakið notað til að þagga niður í röddum þolenda sem hafa ekki náð fram réttlæti með öðrum leiðum en að berskjalda sig og tala reynslu sína. Slaufunarmenning hrópað svo þolendur haldi áfram að þjást í þögn og gerendur þeirra sleppi við að axla ábyrgð. Gerendur virðast aldrei þurfa að breyta neinu. Allt bara byggt á misskilningi eða illum ásetningi, hann segir enda legasjúkra kvenna. Ástæðan, ég ætla að segja ástæðan fyrir þetta vakti athygli mína vegna þess að ég svo mökk einhverfur að ég tönnlaðist á því í mörgum þáttum sem að ég var með sjálfur. Það var á málinu þínu, Sölvi. Og hvað mér fannst þetta mikil geðbilun að þegar þú ert með fólk sem búið að ásaka þau það sem það gerði, að það var maður sem var ekki bara dæmdur fyrir þann glæp, heldur játaði hann líka. Það var ekki nóg fyrir þetta lið. Hefur einhver af þessu fólki beðið afsökunar á því sem það gerði, sem að var að tengja við þetta? Ég er forvitin það. Hvort að beðið með afsökunar? Nei. Já, við erum að taka einhver ábyrgð á því. En þá aftur komum við bara í sjálfsábyrgð. Fólk sem að kemur að annarri manneskju og raunverulega biður þessa manneskju afsökunar á sinni eigin hegðun, yfirleitt fólk sem ásundar einhvers konar sjálfsábyrgð. Hvað gott svona fyrir by definition, sko? Það samkvæmt skilgreiningu? Já, eða svona af sjálfu sér gefur að ef þú ert mjög djúpur í vóki þá ertu ekki sjálfsábyrgð. Þannig að ég reiknaði aldrei með því að fá neina afsökunarbeiðni frá neinum. Þeir sem hafa beðið með afsökunar eiginlega þeir sem ætti ekki að vera beðið með afsökunar, sko. Þeir sem ættu mest að beðið með afsökunar eiginlega aldrei eftir að gera það, sko. Ég var að velta þessu fyrir mig, sko, ég sá einhverja mynd af Þorsteini Vaff og ég bara svona hugsa, þú veist, hafið þið séð, þetta var í viðtalið daginn, sko, og hann lítur út, þú veist, ég er ekkert að tala að sé eitthvað þú veist, það sést á, það eins og sé óveðurský yfir honum, skilur. Mér finnst mér finnst þið samt bara ávextir þessar hugmyndafræði sem hann lifir eftir eru bara að sýna sig á honum og hann bara, þú veist, eins og hann hafi ekki sofið í marga vikur og eitthvað komið og bara svona, það augljóslega eitthvað vansælt þarna og maður þetta er bara svona, þú veist, svona á þess að, sko, að því að ég vil ekkit mikið vera eitthvað en að hjakkast á honum. Nei, veistu það, og líka bara gott dæmi það, þú veist, ef ég skildi þetta rétt að þá, sko, þegar að hlustunartölunar fara mjög mikið niður, þá allir hálfveitir að vera ekki að hlusta á hann, sko. Já, ég meit. Það aftur talandi sko, ef fólk hættir að hlusta á þáttinn minn, þá þarf ég að spyrja hvað ég að gera rám. Ég get ekki fyrir að ásaka það, sko, já. En bara maður áhugavert, það aldrei mikið skilur að þú veist það sama, ef þú ert ekki að kjósa mig þá ertu bara að vera eitthvað að þér. Ef þú ert að hlusta á podcastum ef bókiðin selst ekki bónus, þá kannski fer ekki ráðast á Ester. Það er svo ekki stjórnsinn, Mástu getið þýður, hann voru ráðast á Ester og bókinu var ekki að seljast eða vill ekki taka henni sölu eitthvað. Þetta var svona alveg svona ævintýralegt, sko. Maður var alveg bara, hvað í gangi? En hann var bara búin að bjóða hann að koma það? Já, margt. Já. Og hvað segir hann? Hann draumagesturinn. Hann vill ekki sjá. Ef ég var alveg hreinskilinn þá held ég að hann komi á endan. Þú veist, ég held að þeir eru búin að sjá nokkur þætti og sjá að við erum ekkert að taka menn og hakka og við erum bara viljum vera fair, sko. Ég var alveg til í að fá hann í þáttindi mín, sko. Já. Og einmitt, ég var alveg til í að, þú veist, bara raunverulega, reyna að kljúa málinn, reyna að fá sannleikann, skilur. Bara að gefa honum sanngjarnt. Það kom tímabil þarna eftir þetta dót sem að ég var mjög reiður út í ákveðna aðila sem að gerðu hluti á minn hlut sem að, þú veist, ég hef ekki opinberað, sko. En þú veist, það var bara svona, það er ekki hægt að afsjá þetta, sko. En verkefni mitt talandi sjálfsábyrgð var svo mikið að, þú veist, horfa bara á hver var minn þáttur í þessar atburðarás og hvernig ætla ég að snúi þessu upp í eitthvað jákvætt. Þú veist, einhver gerði eitthvað á minn hlut, einhver sögðu eitthvað ljótt en á endanum, þú veist, allir þeir sem ég ber virðingu fyrir og dáist að þeir fari gegn erfiða hluti. Við förum allir gegn erfiða hluti og spurningin bara hvernig ætlar að díla við erfiðleikana. Og mér finnst það miklu áhugaverðara heldur en allir voru svo vondir við mig, sko. Það það sem að gera það sterkum manni. Það þegar þú mætir einhverju mótlæti og þegar þú tekur upplýsta ákvörðun það hvernig þú ætlar að fara í gegnum það
og þú veist, ég fari í gegnum minn skamt og kannski annars eðliseldur en þú og ég man mér sér á þeim tíma að þá hitti ég þig og ég spurði þig mitt út í það og þú reðst mér heilt sko og svo setna þegar þú varst að vera ekki þinn tíma þá reyndi ég að ráða þér heilt og en við svona þekkst ekki ræktina og svona og þú veist, ég hef bara séð þú veist að það verið að vega rosalega alvarlega að mönnum og þetta hefur gífurlega áhrif á alveg bara sko þú veist og ég meina þú veist það var fólk í þessari geðveiki sem að reynilega fyrirfór sér. Já, ég meina ég get alveg sagt sko þú veist einn bróður eins besta vina míns fyrirfór sér sko og ásökunin sem var lögð fram á hann símanúmeri sem var þar undir var símanúmer á pizzastað sko. Já. Skilur, en þá var geðveikin í samfélaginu það mikil að það er þú veist betra að víkja viðkomandi og starfi fyrst og svo seinna kemur í ljós þetta er bara eitthvað algjört kjafta og þá bara skaðin skeður sko. Þannig að ég tók Afríku það er engin ég held að þú veist að þessi umræðum þú veist ef þessu fólki myndi líða eitthvað betur með það ég er alveg búin að tala við nógu marga sem fór í gegnum ákveðna hluta á þessum tíma þetta er bara miklu meira heldur en fólk fattar sko. Ég held að við sjáum sko ekki einu sinni toppin og ísækan sko. Mér finnst mjög áhverjum, ég sé þú ert með kross og ertu trúað maður? Já, svona, þú veist, ég ætla að reyna að rækta samband við minn æðri mátt. Ertu af því að mér finnst fyrirgefningin, og ég þurft að fyrirgefa erfiða hluti og mér finnst fyrirgefningin þegar maður nærinni, þegar maður, þú veist, að þetta breytti, þú veist, að brotnuðu hlekkir í mínu lífi sem ég hef aldrei getað náð að brjóta með því að fyrirgefa hluti sem ég hef aldrei ég sjálfur hef aldrei getað fyrirgefið þetta á þess að vera með hjálp frá Guði á þess að fara í eitthvað djúpt trúarlegt mér finnst þetta svo áhugavert þú veist, lækningin í fyrirgefningunni og þú ert að tala hræðilega hluti sem eru gerðar á þinn hluta, fólki sem þú þekkir ekkert endilega sem þekkir þig ekkert endilega þetta, þú veist, hefur þú náða fyrirgefið þetta, veist, þannig, hei þetta fólk skulda mér ekki neitt. Já, í raun og veru, þú veist, það er alveg dagar, af því við erum öll mannleg, það er alveg dagar þar sem ég kannski er eitthvað illa sofin eða eitthvað og þá get ég alveg hrokki í fórnalamb. En meir og minna þá er mitt að því að út af spurningunni, ég er ekki að reikna með afsökunarbeiðni frá neinum, ég ætlast ekki til þess, ég þarf ekki á því að halda, sko, bara alls ekki. Fyrirgefningin líka gerir alltaf ráð fyrir einhvers konar skuld og þannig er þú að segja að sem manneskja skulda mér ekki neitt ég vil ekkert frá henni enga veginn og því þú veist í grunninn er svo mikið ég trúi því að allir eru einhvern veginn út af einhverju þannig en svo er eitt að skilja það vitsmunalega eitthvað fólk sem er að ráðast á því ég sé bara þetta er eitthvað tráma eða þetta er eitthvað lasleiki eitthvað en annað er að ef það er að skaða þig þá auðvitað tímabundið þú veist maður er bara mannlegur ég menna það kom alveg tímabil þar sem að mér langaði að gera ljóta hluti eitthvað fólk þú þarft nefnilega að vera á svolítið góðum stað til þess að geta séð, já ok, þú veist, hann er bara pínu lasin eða hún er bara pínu bátt, þú veist, því meira sem að fólk gerir á þinn hlut, því erfiðar að verður, eins og tala með fyrirgefninguna. Og líka þegar þú varst að lýsa. Myndi myrða barnið, þá ertu kannski komin í ýktustu útgáðu, er hægt að fyrirgefa það, skilur. En svo, þú lýsið á, þú veist að ringja þetta fólk og það bara, þú veist, missir saur og pissar í sig. Já, ég með það gaman. En málið er, þetta er svo áhugavert. Ég get alveg sagt einn út af því að ég ætla ekki að vera nafngarinn að marga, en ég get alveg sagt einn af því að hann er á föstudagskvöldum og rúf. Ég hringdi Gísla Marteinn, sko. Það Gísli Marteinn var búin að vera að tala eitthvað mig og hann var alveg eins og kúkur. Hann er aldrei, sko, ég er búin að gefa út allar þessar bækur og verið sviðsljósin í allir þessar, mér er aldrei búið Gísla Marteinn, bara aldrei. Eins og ég held nú hann væri vandaður maður maður bara í sjokki. Það sem er svo áhugavert er einmitt að fólk á netinu og samfélagsmiðlum og svona, það er einhvern veginn tilbúið að sleppa algjörlega af sér beislinu af því að það er svona dehumanizar fólk algjörlega, þú veist, það tekur alveg út að þú sért einstaklingur sem að þú veist, og svo framvegis en svo leið og þetta er orðið persónulegt og tekur síman að heyrir í röddina þá allt í einu bara, þú veist, þá bara gapir og gleypi vind, sko. Og það líka beið eftir því að þú væri lengst niðri skilur við, þau beðið eftir því að þú varst í jörðin og spörkuðu þá, sko, þau voru ekki þessi felduðu, sko, það er bara svona, ok, hann er lengst niður, nú ætlum ég að taka hann og fokkin sparka í hann, skilur, hlaupa svo í burtu. En þetta er mjög, að ég lærði sálfræði í háskólanum, sko, en mér finnst þess að þetta ferli hafi gefið mig miklu meiri sálfræðimenntun heldur en nokkuð til að náma mitt, sko. Þú sér náttúrulega fólk svolítið fyrir það sem það raunverulega er. Já, að því við erum að tala Þegar þú ert á þínu lægsta, þá er bara svona svo hulu sér sviftóna heiminum. Þegar allir hafa tækifæri til þess að sparki þig, þá sérðu hverju gera það. Já, og þú sér líka svolítið hvað raunverulegt hugrekki er sjaldgæfur eiginlega í mannlegu eðli. Allt bara er þannig, sko. Ef það er eitthvað undir,
bara, herru, ég ætla að styðja hann þetta opinberlega, bara nei, það geti verið vond, skilur Já. geti lítið illa fyrir mig. Það er eitt líka við fyrirgefninguna sem að ég voða auðvelt með að fyrirgefa hluti sem snúa sjálfu mér en erfiðara kannski að fyrirgefa aðra hluti sem að maður er orðið vitnað kannski og eitt af því sem að gerðist ekki löngu eftir þitt málsölvi var í MS minnir að með að það hefði verið. Það sem að 3 drengir fengu nafn, það var borið fram nafnlaus ásökun á það að allavega eitt er að hafa misnota litlu frænku sína. Þessi drengi voru flæmdir úr skólanum. Það var sett alveg svakaleg effort í að rannsaka. Það fannst engin fótur fyrir að væri einu sinni ásakanir fyrir utan þessar nemendur sem höfðu komið fram með þetta. Og þetta var sama fólkið. Öfgar tóku þarna þátt í einhverjum mótmælum fyrir utan skólan og það var bara, það mætti einhver ráðherra, ég man ekki hvaða hálfviti það var. En skal ég segja þér, þessir aðilar voru heldur aldrei beðnir afsökunar. Þetta voru 16 og 17 ára strákar, sko. Ég man ekki þetta er bara svona samfélagslegt geðrof. Þetta var samfélag, við verum talað það að það var verið að bera saman Nettu Falag og Vigdísi Finnbogadóttur, sko. Já, við erum fljóta að gleyma, sko. Þú veist, þetta var í alvörinni bara, og að því, það var svo áhugavert að því þegar ég er hérna fyrstur í röðinni í þessari bylgju að þá er ég nýbúna, þú veist, þá erum við frekar svona COVID-geðveikin var eiginlega ennþá í gangi, sko. Og ég að því ég lærði sálfræði og að því ég er einhvern veginn þannig að Guði gerðar, ég er með fljótur að ef að mógurinn er á leiðin einhvert þá tek ég mér oft stöðu hinum einn, sko. Og mér finnst bara svo áhugavert að horfa á þess að hjarðgeðveiki, sko, sem var fyrst í COVID, svo gerir þetta skilur við að öfgar voru að velja landsliði í fótbolta og þú veist, þetta var bara... Þetta var svakalegt, sko. Ykkur raskellingum á B5, sko. Ég man, sko, ég var að tala við stráka sem voru í kringu KSI á þessum tíma og ég var að segja að, þú veist, af hverju það að láta segja ykkur hvað ég að gera og menn voru ekki að tala já, Helgi, það er engin stemning fyrir því í samfélaginu að gera þetta svona í hinsegin og maður bara, þú veist, af hverju það að svara til þessara kvenna? Það hafa ekkert valdi yfir ykkur nema bara við leyfið þeim að gera það. En það var það sem þeim völdu. Þeir bara völdu það. Og maður skildi aldrei af hverju, sko. Völdu hvað þá? Svo er það... Þeir völdu að, þú veist, þeir hefðu bara getað sleppt í að gefa eftir. Þú veist, stjórn KSI. Þeir völdu í staðinn að beygja sig niður og... Þeir bara völdu það. Þeir völdu í staðinn að beygja sig niður og glenna kinnarnar. Fyrirgeðu, Helgi. Fyrirgeðu. Já, ekki mál. Ég sagði þeir völdu í staðinn að beygja sig fram og glenna kinnarnar. Það var bara það sem þið gerði í staðinn. Það er þessi velvilda maður þáttarins sem að vildi gefa listaverk og ég ætlaði að reyna að koma því að á hann. Ég er náttúrulega með ADHD eins og fleiri og glemdi því. En hann heitir Þóri Gunnarsson, kallaði Listabúkin og var valinn bæjarlistamaður Mosfellsbæjar árið 2021 og hann vann Múrbrjótin árið 2021. Hann valinn listamaður ársins hjá samtökum List Landamæra árið 2025 og var einnig listamaður ársins hjá Frikkanum árið 2025. Hann hefur haldið margar einkasýningar síðastliðin ár og má finna verk hans í hinum ýmsu stofnunum til að mynda á Bessastöðum. Verkið sem er verðlaun í kvöld er metið á 50.000 krónur og ef fólk hefur áhuga að kaupa verk eftir Þóri má hafa samband við hann á Facebook síðu hans sem heitir einfallega Listabúkin. Og svo verðum við með verk eftir Erró hérna að gefa líka fljótlega. Það er ekkert, þegar ég fékk það þá vissi ég nú ekki hvað ég átt að segja, sko. En sem sagt, þetta er verkið. Hvernig getur unnið verkið? Þið veljið tölu frá 1 upp í 90 í tjattinu, setið hana inn og svo ætla Sölvi að draga hérna eina kúlu. Við erum náttúrulega búin að ákveða fyrirfram hver vinnur þetta verk, sko. En ég segi svona. Og var það flott upp í stofunni á mér? Já, það eru tölur frá 1 upp í 90, sá sem að hittir á töluna eða næstinni, hann vinnur listaverkið. Þannig að það er nú ekki flóknar en það. Þannig að ég hviti alltaf til þess að taka þátt í tjattinu og henda inn tölu, svo sem að velja fyrstu töluna, hann fær að haldinni. Má ég taka þátt? Ég veit ekki, ég held að það sé síðlega. Nei, ekki. Nei. Það væri ömulegt að Sverrir myndi mig. Óli, þú kannski skráði niður töluna fyrir okkur. Við hefum ekki gert þetta áður, þannig að þetta er svona frumraun. En ég er þó búin að koma þessa, Jón, viltu alltaf áfram með listabingo með kommentin eða? Ég ætla að taka kommentir, ég ætla að skjóta einu að sem að slæðir botnin aðeins í bara rétt þetta sem við varum að tala um og það er þetta með það sem að hann Steini myndist á að gerendur tæku enga ábyrgð. Og það var einmitt það í þessum málum sem að hafa komið upp. Ég held að þetta fólk, ég veit ekki hvort það er svona heimst, hvort það er svona hrokafullt eða hvað það er. En það er þetta með að þú halda að þú getur bara labbað og komið með ásakanir sem að eru búið að sanna að séu falskar. Þú þurfir ekkert að tjá þig um það,
heldur getur bara snúið þér að næsta fórnalambi eins og ekkert hafi í skorist bara eins og þú setur bara einhver engisbrettu faraldur sko. Mér finnst þetta vera svo mikið rugl, ég veit það sko ef að veist, ég þar ef ég myndi setja eitthvað fram sem að reynir svo ekki fótur fyrir, ég væri bara með bömmer þó það væri ekki nálægt í svona alvarlegt, ég væri bara með bömmer í einhverja vikur og eftir sko, því ég þoli ekki að gera eitthvað svona sko. Mér finnst þetta bara að lýsa ákveðnu siðleysi vegna þess að ef þú upplifir ekki einhvers konar samviskubit eftir að hafa sakað einhvern ranglega eitthvað sem að kosta hann kannski lífsviðuvarans og svo framvegis geðhilsu og svo fleira þú veist, þetta er rosalega stórt og ef þú upplifir eitthvað sektakinn eða ástæðu til þess að biðja fólk afsökunar og þetta fólk basically hafði atvinna af þessu við erum bara bókstaflega að tala um það hafði atvinna af því að níða fólk niður í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og ég veit ekkert hvað þessi framhaldsskólastrákar eru í dag. Svo eru engar afleiðingar, svo er bara fólk eins og Áslaugu Arna sem að hefði náttúrulega átt að taka á sig strax í byrjun og tryggja réttláta málsmeðferð, en nei, það var ekkert gert. Fólk var að deila alls konar í rauninni, sko fyrir mér þegar að vera að deila til dæmis einhverju myndum eða hljóðbrotum eða einhverju öðru, þetta er í rauninni eðlislega bara hendaglám. Þegar þú ert að reyna að niðurlægja fólk á grundvelli einhverja tölvuupplýsingar sem þú hefur þær til þess að reyna að niðurlægja það og þú veist klám, þú getur skilgreint í víðara samhengi og í rauninni hefur bara átt að sekta þetta fólk sko í rauninni, eða fyrir mér, þú veist það má alveg fara fyrir í sterk rök sko. Já, ég veit ekkert hvað þessi framhaldsskólastrákar eru í dag, ég er mjög forvitin um það reyndar, ef með upplýsingar það eða eitthvað, þá væri ég til að heyra það, en ég ætla að lesa nokkur komment hérna áður við förum í höldum áfram. Og þá segir Ægir Bjarnason sem að Ægir Máni sem sló í gegn hjá honum Frosta, hann segir Sverrir er bara Edgelord. Svo segir hann hérna Nonni er svolítið líkur ölhundunum Berit. Já, ég segi þá bara Ægir er svo sultu hundurinn Seppi, er það ekki bara eitthvað svipað? Edgelord er maður sem vinnur augra. Já. Ægir er sem sagt með svona vók-öfgamaður sem að fekk að koma til fórstaðan daginn sko. Hann er okkar maður. Hann er okkar maður, já. Hann er ágætur. Ding Dong Ba segir ég vil ekkert Sorry. Ding Dong Ba segir ég vil ekkert tala við No Borders, Antifa og Co. Já, Antifa voru nú að drepa mann í Frakklandi, það er kannski lítil ástæð til að vera að spjalla við þá. Björnin segir okkar maður, góða kvöldi drengir og takk fyrir gott blót í gær Sverrir. Já, takk fyrir mig. Þetta var skemmtilegt. Býttu nú við, ein erfi fyrir Sölva segir kæri frendi, það er Tupac eða Biggie. Tupac eða Biggie. Já, ég reyndar að þessi er reyndar erfið sko, því þeir voru báðir heldur flottir sko. Já. Ég verði að gefa svar sko. Þú veist, ég segi Tupac. Við í samtökum líkamsvirðingu segjum alltaf Biggie. Já, Biggie var flottur. Já. Það var það reyndar. Já, hann er flottur. Lérharður. Lissó sinns tíma. Besti vinur náttúrulega Puff Daddy, þú ert náttúrulega. Já, Puffarinn, hann er samt. Mikill pappastrákur. Hann er kynlífsvíkill, Puffarinn. Hann er alveg hann er mikið fyrir olíun allavega. Já, það er eitthvað sem bendir til þess. Já, ég reynir nú að horfa á flesta hluti með opnum hug. Ég horfði á þessa heimildamöndum á Netflix og það er mjög erfitt að komast að annarri niðurstöðu en hann sé vel brenglaður. Ég var ekki alltaf í mér að horfa á þetta helviti. Nei, ekki heldur sko. En já, mér skilst það. Já, maður heyrði svona ákveðnar upptökur og svona meira. Vísbendingar eitthvað sé að. Það er ólíklegt að þar séu bara falskar ásakanir. Já, það er svona, það er svolítið mikið að það. Sétturinn sko. Hvað segir Jón, er þú búinn? Svo kemur sjallarnir svo miklu hryggleysingjar að árið 2088 mun sjalli vera sletta fyrir hryggleysingja. Ding Dong Ba segir sonur minn fættist erlendis í október 2020 og hann komst ekki hingað með mömmu sinni fyrir en mæ 2022 á löngu ferli í að fá dvalarleyfi fyrir mömmans. Hann var samt strax skráður sem Íslendingur. Það er nött. Rúnar Gerard segir hérna, eitt segir þekki, var sjálfboðalið hjá Rauðakrossinu, sagði mér að það var frekar valið fólk sem kemur til að leggjast á kerfið fram yfir þeim útlendingu sem komast til að vinna aðlagast. Herðu, Ægir okkar maður segir Björgkastið er ekki enn búin að fá mig þrátt fyrir mikla eftirspurn og þá segir hérna einn að ég vil fá Ægi í Björgkastið. Hann segir að væri gaman að kýtast í Sverri live. Við þurfum allavega að hittast einhvern tímann.
Já, hvað ætlið hérna, Okkur kaffi. er þið með eitthvað fyrirfram ákveð umræðum eða? Nei, bara lífið. En spáði Herðu, svo hvað segir Justice for JC, djöfis snild, velkomin Sölvi, þetta geggjaðar þáttur. Svo Þorsteinn Vaffer, Kristur Endurborinn, ég trúi. Já, Herðu, já, þetta er hérna listabúkina Legend. já. Þetta, já, herðu, fyrirgefðu, það Björnin leiðrétti mig þetta. Þetta atvik sem Jón var að vitna gerist í MH, ekki MS, bara ég byrst afsökunar á því. Þetta var í MH. Ok. Þannig að hérna, við erum komin með alveg slatta af hérna tölum. Ég vona, en hún Hrafnetta Sverrir var að senda mig skilabóð og sagði að þú hefði gleymt sér. Nei, ég ætla að taka, ætla að taka þetta núna? Að vippuðu í gegn. Ok. Við erum hérna með gjafakassa frá Hrafnettu. Ef við ekki bara draga tvísvar í bingoinu. Þetta er sko, þetta er þvílít flott og hérna mæli með að fara inn á hrafnetta.is og inn í þessu boxi og strákar sem að drullu upp á bak á konudaginn, hann er sem sagt í dag, strákar. Já. Og hérna, ef þið viljið ekki redda þið Sölvi ef þið ætlaði eitthvað svona, þið getið reynt að bjarga ykkur og hérna, ef það er einhver leið til þess að bjarga sér, þá er það sennilega með þessu boxi. Því að þarna ertu með body scrub. Hann ekki mótþróa röskurinn í mér sko. Ég bara konudagur ætla að gera eitthvað, ég gera það á morgun. Ég ætla ekki að láta neitt segja mér hvenær ég gera það. Æja, sama hérna. Rosa erfiður sko. Ég sagði við konuna mína, við veljum okkur bara dag. En hérna, við erum með Fyrst við erum með töluleik í gangi nú þegar, ef við ekki hafa einhvern verðuleikaleik fyrir þetta þá, að einhver sá sem að kemur með besta róstið á okkur, við lesum nokkur upp hérna í lok þáttar að hann vinnur þetta frá Hrafnettu. Hvernig hljómar það? En, já, ég ætla að grilla okkur núna, nú fáið þið einn á mann. Klára að lesa hvað er í þessu. Það er ekki að trubla með drengir. Varasalvi, sjampó, kerti, hnóðri, klútur, baðsprengja og ánægð frú. Ánægð frú, það er ekki ónýtt. Nei, hrafnetta.is, þetta er frábær og hérna, og ég bara hvet ykkur því það eru, menn veigra sér við því að auglýsa hjá okkur, að versla hjá henni, hún er bara, þetta er bara svona small business og hérna, og hún er að reyna að koma sér á framfæri og bara, og þetta er flott kona og mikið föðurlandsvinnur og vinkona þáttarins og bara endilega stiðið hana og hérna, og stiðið okkur með því. Takk. Heyrðu, mér langar að fara að því að mér finnst alltaf gaman að hérna, þegar ég hef hlusta á þessu þegar þú dettur í svona dýpri pælingar þjóðfélagið, þú veist, eins og þú veist að lýsa þessu, þú veist, þetta er að bera ábyrgð á sjálfum sér og svo sérðu hvernig það hefur mismunandi byltingamyndir einhvern veginn út allt, þú veist, og hvernig það kemur aftur til okkar, aftur. Þú talar einstaklingshyggjuna, ég er svolítið þar líka, mér finnst þetta snúast einstaklinga og allir einstaklingar eiga að hafa jafna rétt og það er minnsti minnihlutahópurinn og þegar við skiljum það að einstaklingurinn er minnsti minnihlutahópurinn að það þarf ekkit restina af þessu rugli, þessum jafnréttislögum og öllu þessu sem er í rauninni að hygla fólki á grundvelli kynferðis eða kynhneigðar eða kynþáttur. Mér svolítið eins og við vorum komin á mjög góðan stað fyrir kannski svona, ég veit ekki hvað að segja, svona 10-12 árum. Já. Það var öllum drullu sama hvernig þú varst að litin eða hvort þú varst að sofa hjá kallaði konu eða eitthvað, en svo allt í einu við að búa til aðgrinni. Og svo máttur bara rústa fólk, skilurðu, og þú veist það bara fyndi, skipti einhver máli og jöfnuðu sig einhvern veginn allir. En þú veist, mín spurning sem sagt, er svona, hvernig heldur þú að þetta hafi þróast? Þú veist, hvernig komust við inn í þennan öfgafeminisma, þennan vókisma, af hverju ætli þetta hafi komið á þessum tíma? Því þetta var ekki bara á Íslandi. Sko, ég get komið 2-3, þetta fyrir eftir í hvað vill fara djúpt. Ég bara djúpt og getur. Sko, þú veist, einn leigir sem er mjög einfaldur er náttúrulega bara, þú veist, þetta er inn í háskólanum og þetta er svona, þú veist, þarna, það er ákveðin forritun í gangi, en ég held að ég held að þessi birtingamynd á veikindum, sko. Já, ég er sammálaði. Ég horfum svolítið mikið á þannig, bara horfum á hérna að ég velti fyrir mér heilsu þó ég sé stundum, kúki stundum upp á bak sjálfur. Það gera allir. Þá samt, þú veist, ég horfum til dæmis, og hún ætlaði bara að taka persónulega dæma, því þegar það var sem mest, sko, ég hef ekki tölaði hvað það voru margir sem voru að tala illa um mig á netinu. En ég lendi aldrei að neitt kæmi að mér út á götu. Ég hef ekki tölaði hvað það voru margir sem koma að mér upp á götu og sagði ég styð þig, eða hérna, ég sé hvað þetta mikið kjaftaði. En það gerist einu sinni að kom einhver og var með leiðindi við mig og það var bláhært par í veganbúðinni. Já. Ég man að ég horfði á þau. Hver hefði haldið það? Þau voru bæði í dálítið góðri yfirþyngd, vel bólgin og maður sá bara einhvern veginn í andlita með hvað þau voru reið og hérna óheilbrigð og ég man bara þegar ég var með heyrnardól
og ég sé alltaf að það er eitthvað fólk að horfa og það er eitthvað að segja og ég er svona tekniður hirndur er að tala við mig og þá kemur bara eitthvað svona fróðufelling og ég man bara það fyrsta sem ég hugsaði þetta er ekkert með mig að gera mér bara ekki neitt sko. Veist, og þá svona áhugavert skilur ég held að mikið að þjóðfélagsumræðu þegar hún fer í einmitt eitthvað svona fórnalamba dót þá er það bara því heilbrigt fólk getur ekki einu svona velt sér upp úr þessu sko. Því þú ert bara lífið er bara skemmtilegt og þú ert bara að gera áhugaverða hluti og þannig að mér svona mér finnst þetta vera svona ákveð bara þetta er í raun og veru cry for help sko. Já, þetta er eitthvað, þú veist, maður sér Manstu hvað ég sagði við þig fyrir þáttinn, Helgi, hvað ég var með statusið mitt frá aðila út í bæ, sem er vel vókaður eða vókuð í þessu tilfelli. Þessi status var einmitt, ég sagðist þetta að taka hann fyrir í þættinum einmitt að þetta væri reiði frá þessu liði vegna þess að statusin var sko, ég þarf ekki á meðferð að halda, I don't need therapy. Ég þarf bara á einhverjum að halda sem að reynir að ræna mig út á hotni og þá get ég loksins bara sleppt öllum þessu tilfinningu lausum. Þetta passar rosalega inn í akkurat það sem þú ert að segja þarna sko. Og það er vannmeti podcast með henni Gyðu, Helgi, hvað hét hann aftur sem var að ræða við Gyðu og Huginn? Þau voru að ræða allavega þetta með þegar þau voru að leggja í bara, það var skipulaður kvennahópur. Það tala Ævar, það var skipulaður hópur af konum sem að voru sem að var bara, þetta var 40 kvennahópur og hún var að taka þarna ábyrgð, hún var bara mæti þátt og beða Huginn afsökunar og bara var að lýsa því hvernig þetta hefði verið, hún hefði bara verið reið, hún hefði bara verið í vondum málum að jafna sig en talandi sko og hún sagði það bara partur af þessu öfgadóti og hún kemur þetta fram og hún segir að sér hefði liðið roslítið á þessum tíma hún hefði verið bara alveg í henglum og lýsir síðan sko andrúmsloftinu sem var þarna þú veist þegar það átt að fara á eftir einhverjum að ef að hún segir en þeir eru alveg með þetta þú veist og þá var bara pressað á hana og þá var gefið eftir svona meðvirkni og svona, hún voru að lýsa þessari dýnamík og maður er bara svona eins og að segja, já ok, þú veist, það er bara þú veist, maður horfir á þetta bara í einhverju svona erkitýpu samhengi, þá ertu með, þú veist, einhverju svona bara erkitýpa af einhverjum sem er í ultimate sjálfsábyrgð og svo hinum einn bara fórnarlamba erkitýpan Það er skilgreinin sig sem fórnarlamb Já, þegar þú ert í fórnarlamba erkitýpunni þá ert einhvern veginn, þú verður að fá til einhverjum hóp og það verður eitthvað að fá að vera vondur við hópin og þetta er einhvern veginn, þetta gengur allt út á að þú ert að disempowera sjálfa þig. Það skilgreinar sig sem fórnarlamb. Það er reynda partur af þessu critical theory og þessum marxisma sem er bak við feminisman. Þú veist, þessar kenningar sem hafa komið frá Frankfurt-skólanum er það að það er ákveðið fyrst sko, hverjir eru jaðarsettu hóparnir og það er eiginlega bara óhverfult. Og svo ertu í rauninni í staðinn fyrir að nota vísindalega aðferðafræði og skoða hverjir eru jaðarsettu hóparnir sem að vera kannski einstæði feður akkurat núna að þá er bara að reyta einhverju til staðfestingar það að þínar upprunalegu hugmyndir séu réttar skilur þú þetta er bara aðferðafræði sem er bara snar gölluð sko. Já, algjörlega, ég myndi alltaf að segja svona dót endar á, þú veist, þetta fólk endar á að eyðileggja sjálft sig, eða skilur þú veist en það eini gallin er að það skeður þú veist, eins og þegar ég fer í gegnum ég viss alveg að fólki sem var þú veist, sem var svona sem mest í farabróti, ég viss að þau myndu enda og koma upp sjálf sig ég viss að en gallin er að þú veist hvað tekur að langa tíma hvað tekur að langa tíma þar til að ríkið sest skilur og þú veist, að því á endanum ef að hugmyndafræði er nógu slæm þá verður hún undir þú veist, og hún mun ekki sigra til lengri tíma en spurningin er bara hvað skadar hún mikið á meðan að samfélagið er á einhverju stað þar sem að við föttuðum ekki og svo er kannski það sem minnst verst, þú veist, eins og til dæmis með COVID að það er, þú veist, svo sestir ekki þá nennum við ekki að tala um COVID Nei, það er einmitt þá sem við núna getum við loksins talað um þetta viti við gátum ekki talað um þetta viti þegar við höfðum ekki gögnin, nú höfum við gögnin nú sjáum við hvað gerðist Akkur er Ríkisútvarpið ekki þú veist, akkur er ekki núna rætt heyrðu, þetta einhver útgáfa þessu mun endurtaka sig ætlum við að læra eitthvað þessu Já, en ég held bara, þú veist, málið er bara að þau eru búin að gerast ábyrga einhverju leiti sjálf 100%. Og þá þyrftu að taka ábyrgð og það getur kostað á lífsviðurværið og starfið og þau eru bara kannski ekki tilbúin að taka þá sénsa. Þess vegna held ég að þú veist, við kannski sem að
Þessi sáum hlutina fyrirfram, við sáum þetta með bóluefni, við sáum þetta með COVID, við vissum að þetta var í gangi, við sáum að MeToo, við sáum að Black Lives Matter var, þú veist, það var einhvers konar yfirkeyrsla, sko, þú veist, við erum samt allir, allavega við ekki rasistar, en þú fattar hvað ég er að meina, þú veist, þetta er, maður sá einhvern veginn í gegnum þetta og ef við ætlum að taka þessa umræðu þá þurfum við svolítið, held ég, að gefa allavega svona þorra almennings sakar uppgjöf, sko, bara segja bara, heyrðu, þú veist, við erum ekki að reyna að hjóla í ykkur, en við þurfum að taka þetta spjall og við þurfum að velta í fyrir okkur, ok, við getum ekki breytt því sem gerðist og við ætlum ekki að reyna að hengja ykkur fyrir það af því að við getum það ekki, af því að þið eru 90% af þjóðinni eða eitthvað. En það sem við getum gert er að skoða hvernig við ætlum að bregðast næst við þegar eitthvað svona gerist. Getum við verið sammála um það að allir fái, þú veist, bara sanngjarna, til dæmis, málsmeðferð. Getum við verið sammála um það að ríkið eigi aldrei að banna þeir að fara út og fá þau fersloft. Já, akkurat. Svona basic hlutir. Þú veist, af hverju erum við ekki að skoða aftur sóttvarnareglugerðina eða hvort að hún trompi mannréttindi eða ekki, alls konar svona hlutir. Ég finna, viljiði staldra aðeins við velds fyrir okkur. Já. Okkur var bannað að fara út og draga á okkur súrefni ef það lék grunur á að við væri með flensu. Ætlum við bara ekki að ræða þetta? Nei. Ætlum við bara að segja, hvað erum við að tala um? Það var töluvert verra en það. Ég bjó á Spáni á þeim tíma og þar máttur ekki fara út úr húsi bara period, 7 vikur. Já, það sem þetta fór verst var í Kína. Ég held að fólk hafi verið loksóðið inn í íbúðum sín, sko. Þú veist, við erum að tala um, það var eina sem vantaði en ekki á Spáni, sko. Það var svona nánast. En fólkið, það er bara stór hópur sem bara meðvitað sekt sína og þessi umræða verður aldrei tekin á mainstream fjölmiðlum. Við getum bara gleymið hugmyndin. Já, það er alveg rétt, sko. Þess vegna held ég líka einmitt að þegar að fólk er að spá í að skipta lið og svona, við erum að sjá þessa félagsráðgjafa sem hafa verið núna í dag, það er þriðjungur af þeim sem telur sig ekki vera, sko, örugga í vinnunni. Þú veist, af hverju? Jú, af því að fólk sem er að reyna að komast á bætur er að hóta þeim og er að sitja fyrir þeim og fyrir börnunum þeirra og eitthvað svona. Og veist, ég hafði ekki hugmynd þetta fyrir ég las fréttina og minnst þetta sturlað. Og þá hugsaði ég með mér, já, ok, þá skil ég betur af hverju vinstri vængurinn er að fara svona, við þurfum nú eitthvað að fara að endurskoða þessu útlendingalöggjöf. Eða þú veist, þessa parta löggjöfinni sem að kemur á bótum og öðru sem við vorum að ræða á hann, sem leysir alveg ótrúlega stórum part af vandamálinu. Og þá fyrir svona, já, ok, þetta útskýrir það einhvern veginn bara ótrúlega vel fyrir mér, að svo er fólk einhvern veginn að malda í móinn og þá má ekki tala hverjir eru raunverulega að valda þessu problemi. Þú veist, miðlarnir fara ekkert út í það. Sem veldur því að það versnar, af því við neitum að takast á það. Já, þú veist, það er enginn að adressa þetta. En meiri segja að þú veist fólki sem að kaus þessa stefnu til vinstri, þú veist, þú vilt kannski svolítið opið landamæri og vildi fá sem flestin og vildi hjálpa sem flestum. Þetta fólk meinar ekki illa, sko, þú veist. Þetta fólk vildi hjálpa, þetta er gott fólk í kjarnan. Þú veist, það bara sá ekki alveg fyrir endan á þessu. Þú veist, við kannski sem verið erlendis og sáum hvernig það hefði þróast erlendis, vissum það. Mér finnst að við þurfum að vera svolítið opnari fyrir þessu fólki, segja bara, hei, þetta er allt í lagi. Það er eitt líka sem er áhugavert. Það er eitt vinkill í þessar útlendingaumræðu sem ég heyri ekki oft, sem er, þú veist, þegar þetta var alltaf að fara á böndunum. Það er incentivið fyrir íslenska lögfræðinga, íslenska félagsfræðinga sem voru bara með opin krana frá ríkinu. Það var lögfræðistofa hérna sem bara, heil lögfræðistofa sem var haldið uppi bara af innflytjenda. Það er svo þægilegt, þú getur bara verið að henda tímakaupi, ég veit ekki, 35 skall á tíman, bara, það er bara endalaus opin krani frá ríkinu, sko. Það ætli séu margir lögfræðingar eins og hjá Rauða krossinu þeirra mest þar. Þannig að þú hugsa sko fólki sem hefur kannski mjög mikið verið að tjási þessi máli í fjölmiðlum þegar þetta var alltaf að fara á böndunum átti mjög oft hagsmun að gæta, sko. Já, eða var bara jafnvel á alþingi eða jafnvel í allsherjarnefnd og svo framvegis og var jafnvel að taka afstöðu til mála hjá fólki sem hafði verið skjólstæðingar. Því þú talaði áðan að við getum gert meira gagn með því að nota peningana í hinum löndunum sem er alveg rétt en ég hefði viljað sjá sko af þessum 50 milljörðum hvað er stór hluti að þeim að fara í íslenska félagsfræðinga og íslenska lögfræðinga þá ertu náttúrulega ekki að hjálpa þetta eru sko yfir 100 milljarðar á ári samkvæmt einum þekktasta íslenska hagfræðingnum man ekki hvað hann heitir, hann er Árnason en hérna það var með þróunarstofunni sem var minniparturinn af þessu, það voru yfir 100 milljarðar þú veist, bara svona, wow, djúið, það er að gera mikið fyrir þetta
Mér langar að koma inn á annað, að því vorum að tala þú veist, Býtu, rétt áður en við gerum það fyrir ekki Helgi, Mig langar líka að bæta það er einum líka punkti. annað, það er húsnæðiskostnaðurinn, það eru leigufélög allt land, sérstaklega kannski á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og svona, sem að moka inn peningum við að leigja einmitt fólki og það eru aðilar sem hafa þeim hefur verið sparkað út úr íbúðum leigufélaga, ríki tekur í staðinn, kemur og borgar uppsett verð sem er oft kannski bara langt yfir markaðsverði vegna þess að ríki borgar. Svo gera þessir aðilar upp íbúðirnar eftir að fólkið er farið út, hafa kannski raksi einhver í eða flagnaði málning af og það er bara búna til skemmdir, ríki borgar eða sveitafélögin, þetta er líka þekkt. Baldur Borgþórsson sem kvöldur kalla þetta hælisleitenda iðnaðinn. Og þeir keyrðu upp hagvöxt með þessu og ekki raunhagvöxt, ekki hagvöxt per íbúa, en þeir gátu keyrt upp hagvöxt af því að húsnæðisverð hækkaði svo mikið, af því að það var bara meiri eftirspurn eftir húsnæði, að það var hægt að plástra yfir og sína einhvern veginn betri niðurstöðu. Það er bara fullt af fólki sem horfir bara á hagvöxtur að hækka, þá er bara allt í góðu. En raunveruleg, þú veist, við vorum ekkert að verða ríkari, skilurðu, á mann, en ég held líka að ég held að þetta sé ekkert endilega út af því, en ég held að einhverjir stjórnmálamenn hafi bara séð tækifæri í þessu í að plástra yfir vondan rekstur á ríkinu með því að flytja þetta fólk inn í svona miklu mæli að þetta er náttúrulega, þú ert svolítið mýi lófanaði til að halda þér hitta, þú veist, þetta er ekki langtímaplan og við erum bara svolítið að þetta er langtímaplan fyrir þá sem eiga mikið fasteignum. Ég get bara að þetta stærsta þegar ég labbaði í kjörklefan í síðustu kosningum, það var bara ég var bara með eina spurningu, hvaða flokkur er líklegast til þess að skera niður ríkisútgjöld? Og það er ennþá bara stærsta einstaka kosningamálið í mínum huga, er bara það er sama hérna. Galið, hvað er verið að nota peningum dellu, sko. Hvernig getur við verið eitt mesta háskatta land sem til er, en á sama tíma þarf það býði 8 tíma á bráðamóttökunni, þú veist, það býði 4 tíma eftir að fá tíma á heimilislækni, 4 mánuði, þú veist, það er eitthvað rosa skekkja þarna, sko. Þetta er galið. En svo, og við vorum að tala svona merit-based samfélag, með merit-based kannski útlendingalögum og innflytjenda verðleika samfélag, takk. Þú veist, undir þeim kringustæðum þá myndum við líka fá meir skatt, af því að þetta fólk er ekki alltaf upp á ríki komið. Því það að ef við viljum stunda þróunaraðstoð, þar sem við fáum miklu meira fyrir peningarna heldur en hérna, þá verðum við miklu betur í stakk búin til þess. Þannig að það er engin neikvæður punktur við þetta, þú ert alltaf að gera betur. Algjörlega, og ég næstu því hugsa, sko, meiri segja þeir sem komingar sem eru, þú veist, hælisleitendur eða komur ykkur að hræði, er ekki alltaf bara gott fyrir fólk að byrja að vinna? 100%, það talaði mér er það ekki bara alltaf að fara að hjálpa þér að hafa eitthvað fyrir stafni, að hafa eitthvað tilgang, þannig að ég sé ekki undir hvaða kringumstæðum þú eigir að vera bara á spena hjá ríkinu, nema bara að þú sért sannarlega, þú veist, bara óvinnufær og bara Guð blessi þig, þá endilega eigum að hjálpa þér. Eftir seinni heimsstyrjöldina og endurhæfingarlífið þegar að stríða þetta. Sko, það er augljóslega ekki gengið upp, sko. Einn af stærstu talsmönnum fyrir þessari stefnu, hún Jóvanna, hún talaði að margt af þessu fólki þyrfti 10 ára bótum og svo til þess að endurhæfast og svo geta það að fara að vinna. Ég sé það ekki fyrir mér, þegar þú ert búin að vera 10 ára á bótum í einhverju fjarlægu landi, að þú sérst svo bara eitthvað, já, nú er ég bara tilbúin til að fara að vinna. Þetta er galið, og þetta er hugafarið hjá þessu fólki sem hefur verið að stýra þessu í útlendingum. Þannig að það er engin furða, þetta er engin tilviljun. Við getum alveg að einhverju leyti sagt að við eigum þetta skilið. Ég man bara að var ákveðið svona epiphany augnablik hjá mér þegar ég var flugi frá Mexíkó til Bandaríkjanna og ég satt við hliðin á manni, ég held hann að verið frá Wyoming eða eitthvað og svona alveg erkitýpu repúblikani. Og ég var dálítið vinstri sinnaðri þá heldur en ég núna og ég hugsaði bara við erum ekki að fara að vera sammála um margt. Og svo fórum við að ræðum velferðarmál og eitthvað svona og allt í hennu segir hann, þú veist, ég bara þeirra skoðunar að fólk sem er til dæmis með alvarlega kvíða þunglyndi að, þú veist, sama hvað það er nánast nema þú sért bara, þú veist, í alvörunni bara það mikill öryrki og sért óvinnufær að þá sé það bara ómannúðlegt af ríkinu að fara að gefa þið pening fyrir að sitja heima þér. Ég sammála. Og ég allt í hennu hugsa til þessa tímabils hjá mér þegar ég hafði verið bara ganga á milli lækna endalaust og með endalaust einkennum alltaf og ég þurfti alltaf að halda áfram og það sem kom mér út úr því var ég þurfti að halda áfram og þá hugsaði ég sér hvað það er í raun og veru ómanneskilegt að gera fólk á öryrkjum. Það er eiginlega bara rosalega illa gert. Já.
burt séð frá efnahagsliðinni sko, að þá það eiginlega bara ómannúðlegt Já, það það. að setja því í þá stöðu að þú byrjir hægt og rólega fórnalamba væða sjálfaði það mikið að á endanum horfir yfir æviskeiðið þitt og þetta eitthvað æviskeið sem hefði getað orðið allt öðruvísi ef þú hefði bara þurft að þú hefðir náð að komast út úr þessu ef þú hefði bara þurft, skilur Svo líka bara, við erum að horfa á að fólk á örorku og endurhæfingarlífeyri meðal Íslendinga það hefur aukist, hlutfallið aukist meðal ákveðna hópa og það var gefin skýrsla út af samtöku skakkgreiðenda þetta, nú var að koma annað önnur í læknablaðinu þetta eru mismunandi hlutföll eftir því hvernig skilgreina hópin sem maður er að tala og til að mynda þá eru íslenska konur það á aldrinu 18 til 67 ára þeir voru með hátt hlutfall og það hefur aukist mikið og maður fer að velta fyrir sér, ok, af hverju gæti það verið? Og nú langar mér bara að taka fram þess að ég veit að Gunnar Smári á eftir að segja mig að hata konur og öryrkja en ég er ekki að gera það, ég er bara vitni. Hann að hlusta á ykkur? Já, hann hefur postað þetta áður sko. Ég bent honum á að ég var að vitni í skýrslu og ég er ekki að segja þetta að því ég hata neitt, ég er að segja þetta að því að mér þykir vænt fólk og ég vil ekki að fólk séu örorku eins og þú tala og ef fólk eru örorku þá er eitthvað að og þá þurfum við að skoða það og við þurfum að draga úr því. Ef að kerfið er þannig að það eins og þú segir er að ít undir það, að þá er það slæmt. Þannig að við fórum svona að velta þessu upp, hvað gæti það verið? Og við vorum að tala COVID á, þú máttir ekki fara út. Og þú veist, það er hærra hlutfall af konum sem að vinnur í svona skrifstofuvinnum og svoleiðis og hærra hlutfall af karlmönnum sem að fer út að vinna. Þannig að iðnaðarmenn fengu frekar að vera undir berum himni að vinna og svoleiðis. Þannig að meira konum sem að bara basically þvingar til þess að taka þú veist einhvers svona bændur og fólk hefur tilhneigingu til þess að festast á bótum það er enginn að kenna konum þetta skilur það er enginn að hatast út í neitt en við erum að velta fyrir okkur hvernig sköpum við sjálfbært þjóðfélag og hvernig líður fólki best fólki líður ekki vel þarna sko. Nei og ég meina ég veit ekki ég mann eftir ég gáði bókina minna það var alltaf mikið af fyrirlesturum og ég sagði fór oft á vinnustöðu, ég sagði ég á enn eftir að hitta mannesku sem getur hort í augun á mér og sagt ég er með kulnun út af vinnunum minni þú veist, af því það sem gerist þú segir við eitthvað sem er í þú veist til dæmis kulnun eða eitthvað, já, farðu heim og bara hvíldu þig hvað er að fara að gera, manneskjan er að fara á sófan hangi í símanum, ég þetta snakk og hún er að fara bara í meiri kulnun Já, líður bara hræðilega. En það sem getur komið út úr henni væri að labba vinnuveitundanum sínum og segja heyrðu, ég er í döðlum núna, ég er búin að keyra streitugerfið mitt í tætlur hvað segir við gerum plan, ég vil gjarnan halda áfram að vera hérna því ég þarf að hafa tilgang, ég þarf félagskap og ég þarf félagslega tengsl þannig að ég tek 30-40% vinnu núna með það að markmiða eftir 3 mánuði verði ég komin upp í 70 og svo framvegis skilji. Þú veist einhvern veginn þessi hugmyndum að þú hjálpir einhverjum með því að segja honum að setast á sófan er svo röng. Ég hef tekið eftir svo mikið, ég verið í samfélagi fíkla, sko, ég var fíkill og það er rosalega ríkt í þeim og í samfélaginu í dag hjá fíklum að fara á endurhæfingarlífeyri og ég var á leiðinu á endurhæfingarlífeyri þegar við meðferð fyrir 2 árum og það var bara samkvæmt, það var ráðgjafi sem ráðlaði mér að gera það og þú veist, svo fer maður inn á einhver fundi og það er einhvern veginn allir á einhverjum endurhæfingarlífeyri og ég bara svona, ég fannst þetta alltaf vera eitthvað skrítið og ég var búin að, og svo fór ég gegnum þetta ferli og ég náttúrulega bar mig bara illa og eitthvað svona og ég bara svona, ok, ég sótti bara eftir að kvitt undir sko, þá geti farið á endur og ég bara svona, nei, þú veist, ég ætla bara að halda áfram en þú veist, en þetta lærða hjálparleysi og maður sér þetta og ég held að þetta sé sérstaklega svo vont hjá fíklum, hjá mönnum sem eru að reyna að iðka sjálfsábyrgð, skilur, við erum að tala um sjálfsábyrgð þetta og þú veist, hvað er það sem vantar, hvað element vantar í fíkilinn? Það er sjálfsábyrgð, skilur, að þarna ertu bara að halda fíklunum áfram í ykkur líka félagslega tengsl, sko. Félagslega tengsl og þú ert bara einhvern veginn í virk, þú ert að mæti í jóga og til sálfræðings og þú veist, þú ert að bera þig illa allan tíman, sko, þú veist, og ég held þetta sé bara mjög vont, sko, og bara fari bara að vinna. Ég held að sé bara mjög lítill hópur sem að þurfi á sig að halda og það er svona skeri í hátt hlutfall og þess vegna ég er svo sem ekki Ég veist að því sögðum til segja eins og að því þú nefnir virk og svona, ég er alveg sammála þú veist að það vera að tala en þú veist, þessi pæling með að það sé plan um að koma þar aftur inn það finnst mér á einhvern nátt jákvætt, skilur en ef þetta er eitthvað sem að við erum að tala um að bara þetta er að vera bara eitthvað forever að þú segir upp að þú hefur setninguna og segir ég á ennþá eftir að horfa í augun og það manni sem að segir þetta svolítið vinnun og mér finnst það svolítið skemmtilegt kannski ekki skemmtilegt en áhugavert og ég hef í gennum tíðin að tala við nokkra af mínu vinum sem að
hafa sagt við mig að ég er komin í kulnun og ég er svona, já, ok, þú veist, og hvað er málið? Og þeir lýsa, ég var engan áhuga á vinnunni sín og svona. Svo kemst ég bara að því að þú veist, hjónabandið er kannski bara í mólum. Þú veist, svo kemst ég bara að því að þú veist, það er eitthvað annað sem er að, þannig að það er bara ömurlega leiðilegt og erfitt í vinnunni. Nei, menn á endanum, þú veist, eins og ég áður en þegar þið voru að bjóða mér að koma í þáttina, þá sagði ég mitt, getum við haft aðeins fyrr. En það er bara atriðis, ég þarf bara að taka ógeðslega mikla ábyrgð á svefninu mínum, út af því taugakerfið mitt hefur farið í gegnum þannig hluti, að bara ef ég er eitthvað hangandi fram með miðnætti, sérstaklega ef ég gera það 2 dagur, þá er ég bara í tætlum. Og þá er spurningin, þú veist, ætla ég að grenja yfir því að því aðrir geta gert það, eða ætla ég að segja, ok, svona virkar líka með minn núna, ég þarf að taka ábyrgð á þessu. Það er magnað með svefn, hvað hann getur gert mikið. Ég farið í gegnum mína ráfallareimur sjálfur og ég hef einhvern veginn bara lært það að ef ég passa upp á svefni minn, þú veist, ekkert örvandi eftir klukkan eitthvað ákveðið, þú veist, og passa, þú veist, skjátíma, passa að hafa alveg slögt, skilur það sé myrkur, þannig að ég rúst ekki dópamínu mínu daginn eftir. Ef þú nærið svefni, ef þú getur tryggt svefniðin, þú færð, þú veist, þessa 7-9 tíma eftir hverju það ert, þú getur farið í nánast í gegnum hvaða storm sem er. Já, ég meina, ef hann klikkar, þá er þetta fókt. Ég meina, ef þú ert undir gríðarlega miklu álægi, þá þarf það eiginlega, þú veist, þá bara, ef endurheimtiðin er þeimun meiri og betri, þá getur þú höndla rosa mikið álag, sko. Ótrúlega mikið, sko. Bara, en þá er það aftur þetta, skilur þú veist, hvað segirðu? Ég ætla að skjóta að einu, við vorum bara rétt áður við höldum sáfram því að það var þetta með að fá að vinna og það, ég veit sögu þegar ég var að ég vann Laugavatni fyrir 2 eða 3 árum, ég man aldrei hvort það er svo fljótt að líða, maður er komin þann aldur að þá voru fullt af hælisleitnum frá, eða flóttamönnum, ég held að vera tímabundin frá Venezuelaðar. Og það var einn kall sem var alltaf að koma á byggingavinnustað og frá Venezuela og spurja hvort það ætti ekki eitthvað handunum að gera. Hann nefndi ekki að sitja bara á raskatinu. Og þeir sögðu bara, með ekki ráðan og hann spurði, má ég þá ekki bara aðstoða ykkur, þú veist, bara, ég skal bara gera þetta frýtt. Þú veist, hann vildi bara fá að gera eitthvað. Herðu, þeir leiðu hann á því 2 daga, þá barst þeim tölvupóstur að því að þeir eru fengið ábendingu frá Vinnumálastofnun bara að þeir ættu á vona á gífurlegu sektum eða myndu halda áfram að leyfa kallinum að koma þarna og hanga á vinnustafnum og aðstofa sig við eitthvað smáttri. Spáðu hvað það er sjúkt. Já, ég bara get ekki lagt nógu áherslu á þessa skoðun mína að ríkið eigi að láta ykkur í friði. Þetta er mér bara, þú veist, einhvern veginn og orðir á allt þetta dót bara fjölmiðla nefnd og þetta er bara svona, hvað eru þið að gera? Bara láta ykkur í friði, Þvælast fyrir, endalaust bjúrókrasi. Já, þú veist að því við hugsaum þetta þannig að við erum mannfólk og við búum til eitthvað samfélag og svo búum við til kerfi og kerfið er til fyrir okkur til að gera okkur lífið auðveldra. En nú er þetta orðið aldrei þannig að við eigum að vakna á mótnana til að þjóna kerfinu. Og svo er eitthvað valdarsæki stjórnsamt fólk sem vil komast í stjórnmál til þess að geta verið að fikta meiri í lífun okkar, bara látið okkur í friði. Og líka þurfa að treysta á kerfi, skiljum, það er alltaf, maður alltaf heyrir bara, kerfi er brotið, eitthvað svona kerfi grípur, þú veist, við getum ekki treysta á okkur kerfi, skiljum, kerfin bara, það er öll að hrynja og springa og... Algjörlega, en við getum ekki treysta á þau, skiljum, það er líka bara varandi ábyrgð, skiljum, sjálfsábyrgð. Að ef við erum, þetta er bara lært hjálparleysi, að ef við erum í því hugafæri, skilur, að eitthvað kerfi er alltaf að grípa okkur og þú veist, þetta er alltaf í umræðinni eitthvað svona kerfi og kerfi gerir ekkert fyrir mig, bara, þú veist. Já, það er svolítið ríkt í Íslendingum, finnst mér. Mjög ríkt. Í kúltúrnum okkar að kerfið eigi að bjarga okkur. Og svo erum við kannski að tala sko kerfi sem kannski grípur 99, en það er einhver einn sem að grípur ekki og þá er bara kerfið er ónýtt, skilur, kerfið er hræðilegt og kerfið er gallað, skilur, maður svona ok, skilur við, en þú veist, við skoðum ekki heildarmyndin af því að þú veist, kerfið er ónýtt, það er bara geðug frétt, skilur við. Ég veist bara, ég man sem ég hlusta á Elon Musk þegar það var verið að ráðast á hann sem mest fyrir að hann væri að ráðast á lýðræðið þegar hann var að skera niður og mér veist svo góð setning á hann þegar hann sagði, þú veist, people are accusing me of attacking democracy. If you would change the word and say attacking bureaucracy, yeah, that's exactly what I'm doing. Og ég bara, þú veist, það er nákvæmlega það sem við þurfum, sko. Það er eitt sem ég hlakka rosalega til ef Ísland fyrir Evrópusambandið. Nú er ég að fá póstsendingu með nokkurum bara plastlutum og kekspökkum. Það er nú ekki merkilega en það. Þessi kassi lendi því að hann var tekinn random check í tollinum og ég fekk frá yfirvöldum og þetta er bara á Evrópusambandinu. Þetta er ekkert með landið sem slíkt að gera, bara þetta er Evrópusambandsreglur. Ég er búin að fara í gegn núna 4 tíma prósess að reyna að fylla út einhverja tollaskýrslur
til að geta fengið nokkra kekspakka hérna af keksi sem fást ekki hérna. Þetta er svona dæmi sem að ég held að yfirvöld hefði alveg gott að láta okkur að þessu friði. Ég gæti ekki verið meira samanlega þessu. Póló? Þetta er svona kremkeks. Þetta er á svo mörgum leið, en svo getur við líka vel verið að ég sé íktur sko, þegar ég fer í gegnum flugvelli þá ég hugsa næstuði alltaf, ég eini maðurinn hérna, sem bara, þú veist, 100 millilitrar en ekki 150, þú veist, á hverju? Hvað eru þið að gera hérna? Þú veist, bara ég fór í gegnum London. Heldurðu að það hafi verið sett upp bara til þess að friðþægja fólk út af einhverju hryðjuverkar? Ég horfi stundum á þetta sem skilurðu, þú veist, það hefur verið að skilja þig og undirmeðundinina til hlýðinni og svo allt í hennu kemur að COVID og þá bara ég labba eins og lamb niður í Laugardalsvöll því ég er bara svo vanur því að hlýða öllu. Til slátrunar. Og menn líka tala um þessar bólusetningar þess að það hafi verið bara eitthvað, þetta var bara valkvætt við réðu þessu og taka, þú veist, þessi félagslega refsing sem var í gangi fyrir þá og ég man eftir hvað heitir hann ljósærði, hann Nökkvifjallar, hann talaði hann alltaf ekki að fara í bólusetningu skilu, hann var alveg tekinn af lífi og svo, þú veist, svo gerðist það ekkert sko og maður bara sko félagslegu aflengu og við erum félagsverur, við höfum þörf fyrir að eiga samfélag við annað fólk, þeir ætluðu bara að taka eitthvað gauð sem sagði bara, nei, ég ætla ekki að taka þátt og bara, vildi bara strauja hann fyrir það. Já, og svo ætluðu sko að beita alveg bara svona geðveikt, bara hegningarúrræðum, svona félagslegum hegningarúrræðum. Nökkvi er góði vinnu minn sko, hann setti þetta fram á sérstaklega nærgeitin á það, hann var spurður á samfélagsmiðlum og hann sagði hérna, ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim sem ákveða að láta bólusetja sig, persónulega líti á mig sem ungan og hraustan mann, þannig ég ætla ekki að gera það. Hann var orðinn andlit óbólusettra. Og settur í sama hóp og antivaxir sem voru, þú veist, á móti mislinga, skilur. Það var viljandi gert, sko. Já, ég meina, ég var tekið núna nýverið bara í síðustu viku og settur sem sagt í einhvern hóp einstaklingi sem er á móti bóluefnum. Ég var aldrei sestur á móti bóluefnum. Ég er svona bent á að þú veist, sem dæmi með COVID-bóluefnin, þú eru þróður rosalega stuttum tíma og okkur að lofa að þú veist það var einhver langtíma aukaverkun. Hvernig veistu það? Þú ert ekki búin að nota þetta í langan tíma. Þú getur ekki fullir svo. Taktu bara bóluefnin. Það er ekki líka sko. Ég sé mjög eftir því, það er mín stærsta eftirsjá í lífinu líklega. Það er að hafa, ég tók eina sprautu, 8 að fara í aðra, tók hann ekki. Hvaða sprautu fyrstu? Og ég fekk þetta Pfizer eitur hérna. Ef ég hefði farið í þetta þá hefði ég viljað fá Sputnik. Ég lá eftir ég beið bara mikinn skaða af það sem að læknir sem að var ekki á þessu vagni hann rak þetta til þess ég var rúmlingjandi næstu 3 mánuði ég hætti námi á seinni tíma og ég var á þeim stað að læknir vildi bara skrifa upp og ég færi bara að byrja bara á okkur örorkudæmi og eitthvað svoleiðis Þú ert þetta antivaxir sem betur fyrir hvarða bara jafn skyndilega kom en þetta er ekki þess. En síðan annað að því maður er alltaf með hana varnagla þegar maður er að tala um að því ég er alveg sammála, þú veist, ég er ekkert á móti bólusetningum almennt, en einmitt, eins og segir, bara rosa stuttu tími með COVID-bóluefnin, allt önnur lögmál, en þetta samt, þú veist, maður hugsa bóluefni, sérstaklega í Bandaríkjunum, hvað, sko, nýfætt barn sem var að koma í heiminn og það er eitthvað svona, það er eitthvað sem segir mér, sko, þú varst að fæðast inn í einn heim, það er ekki náttúrulegumál að þú þurfa að sprauta þig aftur og aftur í handlegin með, þú veist þannig í Bandaríkjunum held ég að þetta hafi verið eitthvað 70 sprautur fyrir nýfætt barn. Má ekki spurja spurninga, er ekki eitthvað pínu skrítið við það? Er ég þá orðin eitthvað ruggludatur og álætt? Þá ertu bara geðveikur og bara snar geðveikur, bara einhver antivaxer. Mér persónulega finnst bara skrítið að nýfætt barn sé stungið aftur og aftur með einhverjum kemískum efnum, sko, sorry. Það var hjóla rosalega mikið í Robert F. Kennedy Jr. því að hann vildi færa bandaríska staðalinn inn á þann evróska. Þannig að hann vildi bara fækka einhverju 50 sprautum eða eitthvað, sko. Rugglullallur í Robert F. Kennedy? Já, ég las bókinas, ég er búin að fara yfir þetta og ég er lífhjálmarfræðingur, ég þekki þetta eitthvað, var að vinna hjá einhver svona aðeins unni með RNA og DNA og allt þetta. Og ég bara svona, maður fyrir svona horfi yfir þetta bara, veist, eru þið alveg vissum að þið séu búin að rannsaka áhrifin á kannski 15, 20 eða 60 eða 70 bóluefnum á krakka versus einhvern sem að fara ekki. Ég hef ekki séð þær. Ég veit að það eru til rannsóknir á stökum efnum og jafnvel svona 3 efnum sem eru setta saman, sko. Ég man ekki hvað heitir MMR eða whatever, þarna mislingar og rabies og eitthvað. Og vissulega, þú veist, kannski kemur það vel út. Ég ætla ekki að efast það. En það sem að ég bara gera kröfu er að við beitum vísindalegri aðferðafræði.
við tökum þetta hlutlaust, við skoðum alla möguleika, við hlustum á fólk sem að kvarta og að segja, heyrðu, ég held að barnið mitt hafi hlotið skaða þessu, þú veist, og við sláum þau ekki af bara sem einhverja geðsjúklinga. Við höfum bara brent okkur rosalega illa á því í gegnum tíðina að lyfjafyrirtæki hafa reynt að auðgast og þau hafa reynt að koma sér undan ábyrgð og þú veist, þetta er rosalega peningur og ég held sér bara eðlilegt að skoða eins og hvert annað mál og líka Pfizer hefur borgað stærstu sekt í sögunni vegna einmitt svona viðskiptahátta en halda fram og þú veist, af hverju ekki að velta því fyrir þú veist, ég meina á þessum tíma sem þú ert nýfætt barn og á þeim svona, fyrsta árum ævirinnar, þú veist, það er mest að gerast í heilanum, þannig að stækka hraðast, það er hraðasta frumiskiptingin og svona, það getur haft óafturkræf áhrif ef þú verður að gera eitthvað sem myndi hafa áhrif á taugafrumurnar á þessum tíma. Sumt er hægt, þú veist, sumum bólusetningu væri alveg hægt að seinka einhver tíma. Vissulega er það kannski áhætta, sérstaklega það sem eru opin landamæri, það er líklega að það komi einhver inn sem er með sjúkdóma. Það er alveg hægt að finna leiði til þess að passa það. Mér finnst bara svo margt að þessu vera einmitt, þú veist, við myndum vera komin í svona aftengingu í nútíma borgarsamfélagi sem einmitt skilur ok, þú veist, ef að barn er farið að þurfa alla þessa hluti í staðan fyrir er ekkert að horfa á hinlega sem er bara styrkja ónæmiskerfið, skilur. Þú veist, við erum komin í svona, talandi Afríku og eitthvað svona, þá horfur á börn þar sem eru bara skríðandi á sandinum og ströndinu og étandi drullu og ónæmiskerfið er miklu sterkara, sko. Þú veist, mann þegar maður sjálfur var krakk. Þú líka byrja mikið fyrir að labba, sko. Ég er bara að segja það er svo mikið í þessari bómulla væðingu allri, skilur, þá, þú veist, ef ónæmiskerfið þarf aldrei að takast ávinni, þá er hann alltaf bara orðið mjög veikt. Og þá getur vel verið að þú þurfir alls konar hluti sem þú ættir ekki að þurfa, en það er eitthvað sem bara innsæið mitt segir við mig að þú varst að koma í heiminn og ert heilbriður, akkur þarf að sprauta þig 67 sinum, er ekki eitthvað skrítið það? Og er ég rugglut allur ef ég leyfi mér að spyrja spurninga? Já. Og mér er svo gott að horfa þannig að hérna, sannleikurinn elskar að láta efast sig. Já. En það er svo áhugavert að þegar að fólk bregst öfugt við, þú ert bara rugglut allur að þú ætlar að fara að ræða eitthvað. Hættuleg orð. Þá ertu augljóslega ekkert með sérstaklega góð rök, af því annars myndur þú bara geta rökrætt við mig og sagt, heyrðu Sölvin, þetta er nú bara svona og þú er rangt fyrir þér. Nákvæmlega það sem ég var að benda á þegar við vorum að tala þessar húmanísku deildir innan háskólans í síðasta þætti við Kolbeinn dósent og hana Hönnu Kristínu sem er nú verandi dósent við Björust, að sko, vísindin elskar að láta efast sig. Og þú vilt geta challengeira kenningar og þú í rauninni vilt að það sé hægt að hrekja kenningu og þú vilt verja hana. Það er hugmyndin bak við þetta. En svo ferðu allt í einu kynjafræðideildina og það verður bara allt brjálað. Allt múrslega reiðir út í stæðan bara fyrir að taka og rökra við þig. Já, mjög áhugavert að taka eftir því, sko. Í raun og veru minnstu vísindagreinarnar í háskólanum, fólki sem er að agitera mest fyrir þeim nota mest, þetta er vísindalega sannað sem er svona, nei, vísindi ganga út og afsanna. Það er aldrei neitt vísindalega sannað. Vísinda, ef að teóri er nógu góð til þess að texta ekki afsannan í 100 ár, þá er hún það sem að við trúum. Í rauninni getur þú fengið óendanlega margar vísbendingar að einhver tilgáta sér rétt, en þú getur aldrei sannað á þessi rétt. Akkurat, þannig að þú veist það er svo áhugavert að þegar þú ertu komin í einhver svona vísindi sem er eiginlega bara ekki vísindi, eru bara einhver búið til örugrými, sko. Áferð að tala rosalega mikið, þetta er vísindalega sanna. Hvað er þetta að tala? Við þurfum eiginlega að láta þetta vera bara lokaorðin áður við hendum okkur í kommenta því að Sölvi, við ætlum að vera hættir. Við ætlum að sofa. Við ætlum að vippa okkur í nokkur hérna komment, það voru búin að koma hérna, svo ætlum við að ljúka þessu að Sölvi fara að draga hérna úr fyrir okkur. Skal ég segja þér hvert voru við komin, róttækur er bara vók sem hefur hætt að þykjast vera hófsamur, maður fær bara tár í augun, segir hún Hrafnett okkar, hún líka bara æðislega fyrsti sponsin okkar. Hrafnetta.is. En mikli meistari Atli Tórarensen segir fucking hell, glimti að vera í konudagur og kemur svo beint með númer. Skammastu þín. Og svo kemur hérna, skal ég segja þér spurning, það er Justice for JC spyr spurning og ég held þetta sé til Sölva, þú strandar á Eyðieyjum og einn einstaklingur er með þér á milli hvort myndir velja Hildi Lillendal eða Þorstein Vaff. Þessi var helviti góð með. Já, þarna hugsa ég sko, þarna hugsa ég þar sem ég las eitthvað tíðan þegar maðurinn var að tala við senmeistaran og
og hann segir við hann að verkefnið þetta að sættast við alla menn og hann kemur tilbaka og segir hérna, heyrðu, ég er búin að vera rosa duglegur og ég er búin að sættast við alla nema 2 og þá segir mistarinn, já, heyrðu, helvít ertu búin að vera duglegur, þá skal ég gera undantekningu fyrir þig, yfirleitt verða allir að vera sættast við alla en þú þarf bara að sættast við 2. Þetta er því fínt verkefni fyrir mig að hérna að svona, já, í vekkferðin á því að fara nær boðskap Jesú Krists að vera fastur á eyði með annarri hvora þessum mann, ég get ekki svarað sko. Við eiginlega verðum að fá svar frá þér, það er bara, við getum ekki ég er að reyna að hugsa það sko, ég held bara að þau eru bæði svo rosa reið sko. Ég er svona að reyna að hugsa hvert er minna reitt sko. Mér skilst það það er eitthvað við Steina sem að, þú veist já, það er eitthvað strengur í mér sem segir, ég myndi velja hann held ég sko. Ég þekki vini sem að hafa þekkt Steina áður en hann varð feministi og sem toppgæði, frábægæði, skemmtilegur. Já, ég held að því mér sko, ég hef ekki átt persónuleg samskipti við Hildi en mér finnst hún óbóðslega reið í rosalega langan tíma. Pínu erfið. Já, þannig að ég alveg bara eiginlega svona, þú veist, maður séð hann fara upp og niður, maður hefur séð Þorstein sko byggast afsökunar, hann reyndar út þegar hann svolítið kannski þvingaði til þess, en Jón hefur komið svolítið inn á það, hann hafi verið bara eigið mjög erfið æsku, þú veist, að mamma sagði verið bara svona, þetta sé svolítið eins og í myndinni Þorbjarnason, Bjarnfreðarsson, já. Þannig að þú veist að sé alin upp að einhvern svona auka feminist. Eða mín einu samskipti við Hildi eru að ég var búin að bjóða hérna, því ég vil tala af alla, ég var búin að bjóða hérna að koma í podcastið mitt áður en að allt hrundi hjá mér. Já. Og hún hafði aldrei svarað í, en daginn sem að þetta er alltaf skeð, þá fæ ég loksins svar frá hún og þá var það hlekkur og fréttina að ég hefi, glæpinn sem ég var sakaður sem annar maður játaði síðan. Sko. Það var það eina sem hún svaraði mér. Og var dæmdur fyrir. Til að sparki líkjandi mann. Við ættum kannski að fá Hildi hinga. Það var spennandi. Ég varst um að með Hildi og Steina. Já, það er ósennilegt. Kannski hún fikk að taka vinkuna eða vinn með, það er aldrei að vita. Ég tekið Steina með sér. En ég veit bara það sem að Helgi var að lýsa það, ég veit þetta bara því að ég hlusta á hvern einasta þátt hjá 2 köllum og þeir verða í beinni. Í alvöru, nött, sko. Sumir eru bara hraustari nærir. Ég myndi ekki geta búið sjálfum mér upp á hann. Jesus. Það er bara know your enemy. Steini er bara minn maður, það er bara svoleiðis. Og en ég ætla bara að plugga að þeir verða í beinni Steini og Haukur á konudaginn eftir, held ég byrja 10:30. Þeir verða, eða hvort þeir byrja, já. Þetta sjáu, þeir taka ekki ábyrgð á sínu lífi, þeir fara ekki snemma svo á sunnudagskvöldum. Þeir vilja ekki byrja nýja viku sterkt. Sigrún Þorsteinsdóttir segir, þetta er einfalt að beðast afsökunar, en hvað kunna margir þá innilega með yðrun. Og Jóhannes B. Jóhannesson, listabúkin er langflottastur, við tökum undir það og við ætlum að draga bara eftir þegar við erum búin að fara yfir kommentin. Spiltu segir Þorsteinn Vaff er klárlega kvenlegri, þess vegna myndi ég velja hann. Klárlega hvað? Kvenlegri. Já, hann er komið með svona curves allavega. Já. Svo er eitthvað verið að ræða eitthvað vesen með kapitalism og við nennum því ekkert, það er eitthvað helvíti skemmtaði. Svo 2 bjórköst á einni viku, já, við vorum búin að fá kennaran sem afbóða þessu svo á endanum. Já. Og eitt er gott málið innflutt fólk var orðið að verslun að vera góða fólksins, það græðir en ríkiskassanum blæðir, það er vel hægt að finna meiri afmennskun. Margir hafa grætt. Margir hafa grætt. Sannarlega grætt á þessu. Og svona smá umræða sem menn er að ræða sín á milli, komin einhver byrjar að rífast við ægi, segi Big Pharma er alveg saman þig. Ég held að ég ætla að lesa frá skal ég segja þér Rúnari, það er öll þessi retard policies verða að trúa bröðum þegar við erum ekki með neitt, kemur bara eitthvað í staðinn á, það er mjög gott. Og svo segir Spiltur, Þormar er eini hlustandi 2 kallar. Ég get sannað það með bara Spotify frá það síðast ári, ég var í top 1% af þeirra fanbase sko. Til hamingju með það, Jón minn, þetta er mjög öflugt. Það er áfangi. Nú er ég byrjar á Hortkonum sem feminist podcast á vegum Háskóla Íslands. Nei, hver er þetta fyrir Íslands? Spennandi. Þú verður að fara að skoða aðeins hvað þú ert að setja inn í heilan á þeim.
Þetta er svona bara, þetta er svona hann veit svona í þættinum. Hann veit allt sem er í gangi þarna. álíka holt og að reykja krakk fyrir sálina, sko. Þetta er bara, Já, menn þurfa bara að challenge þessi drengir, það er bara svoleiðis, Já, þetta er já. ekkert fyrir hvert sem er. Ertu búin að rúlla yfir þetta eða? Ég er búinn að rúlla yfir það sem að skipti máli og Þá langar menn mig geta bara að fara borgað ef þið vilja af fá því okkur meira. Við kláruðum ekki alveg umræðuna með, þú veist, við erum náttúrulega, það mynda svo marga tengingar þegar maður er að ræða svona hluti eins og feminisman og vókið og COVID og svona, sem maður fer í allar áttir. Svo ótrúlega maður sem gerist. Ég hef verið að reyna að átta mig á því, þú veist, hvað var það sem að olli því að við fórum, þú veist, einhvern veginn, ég er svolítið allræðis feeling, þú veist hvað ég meina, þú veist, eins og við vorum að tala um áðan og þú lýsti mjög vel. Þú veist, hvað var það, af hverju þessi tími? Þú veist, af hverju þessi tími frekar einhvern annar? Hvaðan kemur þessi rosa polarisering, þú veist, svona rosalegt svona, ég veit það ekki, svona conformity, ég veit ekki hvað ég á að kalla á íslensku, þú veist, það er svona einhvern veginn, allir er að hreyfa sig í takt í sömu átt og þú mátt ekki óhlýðnast, sko. Þú veist, ég hlýði víði, þú veist, allt þetta, sko. Þú veist, víðir er ábyggilega ágætis gæ og allt það, en þú veist, ég meina, viltu ekki bara pæla í því fyrst hvað hann segir og velta því svo fyrir þér hvort þú ætlar að hlýða hann? Ferðumst innan hús. Já, já, svo Æja, þetta er geggjað. náttúrulega Það var ekki í geðveikt, flugvélum og alls konar, sko, þetta var algjör geðviki, sko. munið eftir læginu sem þeir gerði á Zoom. Nei, Já, geðvikt. Þetta var svo vond. Nei, Ég er alltaf að hlusta á eru þið með einhverjar hugmyndir, Jón, og þú, líka og þú hefur það, þú veist, af hverju þessi tími? Af hverju verður öll þessi geðveiki á þessum tíma? Hvað er það, þú veist, er það eitthvað sem að gerist 10 árum fyrr? Er þetta út af því að, þú veist, ég veit ekki, það var kona sem á koma á, til Konstantin Kissin hérna á þeirra í Trigonometry í þeirra podcasti og voru að tala um að þetta hafi verið svona ákveðna stofnanir sem að hafi allt í nú verið komin í mikinn kvenmeiri hluta. Vildu meina það að þess að vókið væri í rauninni svolítið ríkjandi hugmyndafræði hjá ákveðnum konum. Þetta er langhúsið, hefur kynntið það? Nei. Já, það er áhugaverð kenning, þú er örgulega gaman að Þessari lág. Langhúsið, þetta er kenning hjá, manni setur Bronsins pervert eða BAP Ok. og já, ég ætla ekki að fara og útskýra, en þú hefur örgulega áhugað. Hugmyndin hjá þessari konu var basically svo að konur upp til hópa væru meira protective á afkvæmi og svo leiðist, þú veist, að þær hefðu svona ákveðið nursing ability og svo heimfærið, svo er þú veist þessi umhyggja heimfærið á aðra hópa sem að minna mega sín, sem eru þá trýtaðir eins og börn, hvort séu fatlaðir eða eitthvað slíkt og svo eru þær að verja þá hópa og sérstaklega kannski tilfinningarlega verja það einhvern veginn öðruvísi og vil ekki neitt tilfinningarlega særður og fara að hygla þeim og við pælum í vókinu og oft á tíðum og þá er, þú veist, Og kostnað sannleikans. Já, og kostnað Þetta er gert á sannleikans. kostnað Já, sannleikans. á meðan að kallmennir hallast kannski frekar að því að sé einhverjar fasta reglur, eitt gangi yfir alla og þú veist að þurfa að vera rök bak við hlutina og þú þarfst að setja tilfinningarna hennar aðeins til hliðar, skilur og þannig sé betra að vera og þetta er kenningin hennar, þetta er ekki kenningin mín, þetta er ekki kenningin hans, þannig að einhver allar að hengja mig fyrir þetta og getur bara hort á þáttinn síðan og vísi hérna á hann. Það er svo líka bara mögulegt með Þetta er áhugavert. hennar gamla góða ring, sko, að þú veist, hvernig segir þetta aftur að erfiðir tímar búið til sterkt fólk og Já. sterkt fólk búið til góða tíma og góðir tíma búið svo til veikt fólk, að þú veist, Sem að býr til erfiða tíma. Já, kannski var bara komið að mitt svona, þú veist, einhverjum kaplaskilum í því að við vorum búin að fara svolítið langt í að hlutinni voru búin að vera Ég auðveldir held að það sé actually hlutinni voru búin að vera auðveldir lengi Já. og þú veist, á einhverjum punkti þú veist, erum við komin á þannig stað það er eitthvað svona fórnalamba ský sem svífur yfir og líka bara þessi stjórnsemi, sko Já. að hafa vit fyrir öðru fólki. Já. Ég held að það sé actually allavega ríkur þáttur í þessu öllu saman, sko. Ég get alveg trúið því. Þú varst í rauninni að lýsa langúrskenningunni. Já, Ágætlega þarna, ég já. eiginlega bara vissi það ekki. Nei, Ég vissi ekki að hann hafði nafn þessi kenning, sko. nei, já. En eigum við að fá Sölva til að draga í leiknum okkar? Já, þú ætlaðir að hætta að snemma. Já. Bingo Við masterinn. verða góðir. Jú, Sölvi, þetta er bara færðu þið mjög aðeins gott. neðar hérna út að þú horfir á skjáin, þá er ég hérna, fer svo undarlega fyrir hérna allir sjáin. Mér er að segja, Óli má taka mig út bara með hann. Já, það er flott. Taktu Jón út. Takk þann út. Það er frábært, þið þurftu ekki að vera svona rosalega til í þetta, sko. Hvar á ég? Þetta er bara flott, maður. Ok. Þetta er fínt svona. Ég ætla að færa þetta hérna. Það er bara svo sem er næst. Já, við dræðum bara aftur. Það er bara fínt.
Hvað, ég draga bara, Það er einhver á. Það er bara einhver að tóa. Þarna. hérna kemur inn. Það er 83. 83. 83, erum við með bingo í sal. Er það? Stefán Fróðarsson, Stefán Fróðarsson, ég skrifaði hérna hjá það mér. er málverk. Og ég draga síðan annan. Já. Er það ekki? Það er einhver sem er að fara að græja konundagsgjöf degi Það og er 64. 64. Er það fyrir hana, frá henni Hrafnettu? Já, Já. Það dugar. það dugar. Þannig að fyrra númerið vinnur Stefán Þórðarsson. Nei, jú, Fróðarsson. Fróðarsson. Æs, já. Æs Króni, þú eru að senda skilabóð Sverri og segja hver þú ert. Komið það? Nei, það er ekki eitt einu, voru ekki tvær öskjur eða var það einu? Nei, við ætlum að gefa í næsta þetta líka. Já. Já. Þá er þetta komið svolítið. Það er svolítið. Öskuðið bara kærlega fyrir spjallið. Já, bara sömu leiðis. Gaman að koma. Virkilega gaman að fá þig. Já. Takk fyrir rökraðarnir í byrjun. Já, þetta var bara gaman að byrja þetta á þessu, sko. Fyrir að mér svona látum. Já. Það er ekki oft sem að það sérði hérna alveg bara svona Nei. pínuleitan sko. Nei, ég á þetta til, sko. Já. Já, mér finnst það geggja. er Mér gott finnst content. jákvætt að því að þú veist, eftir allt þetta kjaftaði sem þú þurftir að fara í gegnum að ósekju, þá hefur bara, þú veist, þeir eru bara vaxið fiskurinn hrygg. Þú er bara sterkari. Já, ég er allavega orðið meira svona, þú veist, ég get mætt bara eins og hér og það er eiginlega alveg sama hvort það eru kamerur eða ekki, sko. Ég vil bara vera eins og ég er eldursporðið heima á mér, sko. Já, það er ekki alveg sultu slagur þegar þú komst hérna. Það er gott. Takk hérlega fyrir. Sömuleiðis. Takk fyrir okkur.